Já, góða kvöldið, velkomin á skjáinn. Það er svolítið síðan við vorum hérna síðast en aftur á móti er það ennþá ég og Brimar sem stöndum vaktina en í dag í Fortnite Elko-deildinni. Já, gaman að vera mættur aftur og núna komnir yfir í Duos, skemmtilegt. Já. Breyta til, sjá Duos mótið fara af stað og það verður hérna, einungis 2 vikur í þetta skipti. Já, búið að breyta aðeins. Við vorum með 4 vikur seinast og ákveðum að stytta þetta aðeins. Hafa þetta 2 vikur, þannig að það er rauninni kvöld í kvöld og svo er þetta eiginlega bara komið í úrslitin í næstu viku. Já, algjörlega. Og það er aðeins öðruvísi svona stemming hvernig við erum búin að setja þetta upp. Já. Vanalega er það þannig að þú getur bara safnað eins mörgum stigum og getur og tekur það með þér yfir í næstu umferð. En núna ætlum við að setja svona ákveðið kapp eða þak, þannig að fyrsta sætið í dag getur bara farið með 50 stig yfir í eftir viku. Já. Það er rosa erfitt að útskýra en þeir sem kannski þekkja formúluna, þetta er svona smá það system. Hvernig myndir þú útskýra þetta? Já, formúlan virkar náttúrulega þannig að fyrsta sætið fær ákveðin stig og 25 stig í formúlinni og síðan næsta sætið fær 18 stig og síðan heldur áfram 15, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5 og alveg niður í bara 0. Síðan er eitthvað sem er ekki í formúlinni, það eru fellunar pluss auka stig, þannig að er ekki 2 stig fyrir hverju fellu? Jú, 2 stig fyrir hverju fellu. Já, þannig að við erum að fá, er það ekki bara 3 leikir samt klassískt í kvöld? Jú, en þetta er í raun og veru, kvöldi í kvöld er eiginlega svona, þetta er eiginlega 2 mismunandi keppnir því að þú keppir upp á sætin í dag og ferð með þau stig sem þú ferð fyrir daginn í dag yfir í næstu viku. Þannig að ég með þetta hérna, fyrsta sæti í dag byrjar með 50 stig í næstu viku. Já. Þannig að segjum að við vorum svolítið að lenda oft í því að strákarna efst uppi voru bara komni með bara 100-200 stiga forskot. Það er ekki að fara að gerast núna. Nei, bara ómögulegt að það gerist núna, þannig að 50 stig max yfir í næstu viku, þú getur nú náð 50 stigum bara með fellum í einum leik ef þú ert nógu góður. Þannig að við sjáum hvað gerist og sérstaklega það sem þetta er Duos, það er revives í boði og getur séð bara fullt af fólki í rauninni fá mun fleiri fellir heldur við erum vanir að sjá í solos, það sem að bæði vonandi er það stærra lobby en líka það að revives gefur náttúrulega bara möguleikan á fleiri fellum. Já, bara einhver sé bara svona að farma fellunar, bara að vera að reviva hérna vinina hægri vinstri og næla sér í 2 stig hérna hægri vinstri. Já, algjörlega, bara fellir einn, bakkar út, sérð tímina hans fara í næsta revive-bus og mæti sér bara strax aftur og tekur þá báða út í það skipti. Já, það er rauninni komið með 6 stig fyrir 1 lið. Já. Já, það geti alveg verið taktík. Spurning hvort einhverju sé að fara að vinna með það, en eins og við vitum þá eru náttúrulega 25 stig fyrir að vinna 1 leik. Þannig að þá þarftu náttúrulega alveg 12 og næstu 13 fellur eða ætlar að jafna á stigin sem við getum fengið fyrir placementið á. Já, algjörlega og líka það við erum náttúrulega eins og við tölum fleiri en 1 leikur bara hér í kvöld. Já. Þannig að ég allavega skilða svoleiðis að þú færið ennþá 25 stig fyrir hvert leik sem þú vinnur. Já. Þannig að ef þú vinnur 2 leiki þú getur pínu tekið í rólega eða þá farið bara í full force bara fella þannig sé í kvöld, eða ekki? Eða er þetta fyrsta sæti samtals? Já, þetta er bara, við erum að fara að spila 3 leiki í kvöld. Já. Og fyrsta sætið eftir þessa 3 leiki, það fer með 50 stig yfir í næstu umferð. Og annað sætið fer með 40, þriðja og fjórða fer með 35. Þetta er svolítið eins og svona tímatakan. Já. Þeir byrja fremstir. Þeir byrja fremstir, þannig að þú getur safnað eins mörgum stigum þú getur í kvöld. En ferð þá bara með 50 stigin ef þú ert efstur. Þú getur komast upp í 78 stig og segjum að næsti á eftir er kannski með 50, þá er hann samt ekki að fara með 50 stig yfir í næstu viku. Nei, sem gerir þetta svo skemmtilegt því að þá er það er svolítið lítill munur, þú veist, fyrsta sæti fer með 50 stig, annars sæti 40. Já. Þetta er bara 10 stiga munur sem að gerir verið næstu viku svolítið spennandi því að
Þú veist, eins og við vorum að tala í dag, þú veist, ef einhverju vinna en að 3 leiki í röð komið með 75 stig, einhverju fellur, kannski komið 100 stig af forskot, Já, já, en fara samt bara í næstu umferð með 10 stig af forskot. algjörlega. En þá líka spurning ef einhver að taka svona gott kvöld hér í kvöld, hvort þau færa þá ekki áfram yfir á næstu viku, eða hvort þetta sé eins og í formúlinni að einn kannski hraðar að keyra einn hring mjög hratt, en síðan þegar hann mætir í keppnina og getur hann ekki gert þetta stöðugt. Já, það endur alveg ætti náttúrulega að vera þannig að sá sem stendur svo vel í kvöld hlýtur að standa sig líka vel í næstu viku, en Já, síðan náttúrulega dagsformið og óhefni fylgir náttúrulega öllu þessu. Já. Hefni og óhefni partur á leiknum. Þannig að við getum alveg séð mikla breytingar í raun frá þessar viku yfir í næstu. Sko, já, mikla breytingar, og það sem ég finnst eiginlega líka skemmtilegt að þau sæti sem eru eftir 10, þannig að við lendir í 10., 11., 12. pluss í kvöld, Já. Þá ertu sjálfkrafa samt með 15 stig í næstu umferð. Já. Þannig að þú bara gerir ekkert í kvöld, þú mættir bara, sem er 0 stig, skilur við, þá ertu samt komið 15. Já. Sem er svona áhugavert. Já. Það er heldur í keppninni. Já, við erum í raun og veru að reyna að sporast þess að fólk gefist upp. Já, það er eitthvað sem við sáum pínu í sólkeppninni. Já, við vorum náttúrulega með 4 vikur, nú erum við með 2. Þú getur ekki gefist upp því að þú ert komið með séns hvað sem er. Já, nákvæmlega. Það er, algjörlega bara skemmtilegt að sjá uppsendinguna gerða svona þannig að fólk sé ekki, við sáum akkurat bara svona viku fyrir viku að vera ákveðnir sem að, því miður gáist upp, töldu sig ekki eiga séns á topp 10 og enga skjátíma, þannig að þeir bara ákveða mæti ekki í hana sérstaklega síðasta kvöldi, einungis 20 manns eða eitthvað sem að mæti þá. Já. Eins gott að allir mæta þá bæði þessi kvölda, því að þú ert ekkert úr keppni þó það endir neðstur eins og þú talar í hér í kvöld. Nei, nákvæmlega, og svo þeir sem hafa nú séð auglýsingarnar vera auglýstar á netinu, það er 100.000 í verðlaun, skipt niður á efstu 3 sætin hins vegar, en þetta er alveg upphæð fyrir 2 kvöld. Algjörlega. Þannig að, kannski spurning hvort við getum fengið að sjá einhverja af þessum keppendum sem við erum búin að skrá sig, hvort þetta séu nöfn sem við þekkjum eða ekki. Já, það verður skemmtilegt ef við erum með einhvern svona smá lista að sjá kannski helstu nöfnin og fáum allavega að lista hérna fyrir framan ykkur. Já, þú veist, þetta er náttúrulega Kristó og Viss sem ég sé strax hættulegt, sko. Já, það er mjög sterkt lið. Sjáum hérna akkurat fyrir ofan á FH-bræðinar sem að tóku ungmennamótið. Já, það er endar áhugavert að sjá hvernig þeir standa sig í deildinni. Já. Og voru góðir í sínum aldursflokki, en núna er engin aldur. Bara rulluði yfir sín aldursflokk, sko. Já. Mögsi náttúrulega mættur er ekki, við erum að tala um TikTok Mögsi, hann er ekki með Twitch-aranum. Nei, það getur ekki verið. Það hefur verið gaman svo. Nei, vilja það ekkert. Þetta eru sýnist þetta að vera 21 lið eins og staðan er núna. Nei, það er annar Kristó hérna. Já, og býtu, er hann mættur aftur? Kristó með 2 stetum. Já, Chris Riss, eins og við kölluðum að stundum. Og Dr. Hákon, Dr. Hákon, það er eitthvað nafn sem við ekki sé lengi, held ég. Hann er alveg svona, fer langt aftur. Já. Þetta er spennandi að sjá, þetta eru mörg nöfn sem hafa verið hérna áður, en greinilega einhverju nýjir að mæta tilbaka og Elko-deildin er náttúrulega búin að vera upp í alveg, næstu í 2 ára eða eitthvað, þannig að fólk er búið að taka kannski þátt, ekki alltaf, kemur og fer og sumir taka pásu eða missa af eða eitthvað. Já, þetta er nú frekar samt ungdeild, myndi ég segja, með að við margar sem eru ennþá gangandi og starfandi í dag á Íslandi, en það er samt akkurat gaman að sjá ef að fólk dettur út í einhverju deildum að þið mæti allan aftur og það er greinilega einhver stemming fyrir þessu núna. Já, það væri náttúrulega geggjað að það væri það margir að það væri komin utan deild. Þú þurftir að vinna því Elko-deildin væri úrvalsdeildin, skilur? Já. Þú getur fallið og eitthvað. Það væri rosalegt. Sko, vandamálið við náttúrulega, við erum að tala um það geta 100 manns verið einni deild. Það er frekar erfitt að fylla eina deild af því að þú þarft að taka tíma frá og þú þarft að telja að vera góðinn í leiknum til að svona vilja að taka þátt í deildinni. Þó að sé nú
þarftu nú ekkert að vera bestur í heimi til að mæta á eitthvað LAN eða eitthvað svona skemmtilegt. Nei. En ég allan að svona persónulega, ég skráði mig ekkert í deild nema ég til mig eiga allan að sjans að vinna eitthvað Já. þú veist, eins og hér í Elko-deildinni, ég myndi aldrei skrá mig nema ég teldi mig geta unni eitt af þessum liðum. Já, ég er ósamlega, maður þurfi endilega að vinna, líka gaman að koma í deildin og sjá, skilur, hvar maður stattur með við þessar bestu sem að keppa í deildinni reglulega, þú veist, hvar stendur maður? Ég er ekkert að tala um það enda á toppnum, sko, ég er bara að tala um það að ég geti unni eitt lið. Já, ég skilji. En já, nefndir hann í mitt LAN-mót, þá í mitt Fortnite LAN-mót á laugardaginn, 1:00 hérna, fyrir þá sem að hafa áhuga heima. 1:00? Var það ekki fyrr? Það 1:00, það er búið að færa, já, búið að senka það? Búið að senka, en það er svo sem auglýst 1:00 núna. Já. Hefði ekki þurft að láta vita. Nei, já, þú veist, þú ert greiðlega að láta vita, ég vissi ekki að þið var búið að færa það, sko. Nei, ég náði því svolítið snemma í processinu, sko, þannig að það er alveg góða punktur, maður hefði kannski átt að láta vita. Já, bara spamma, þetta byrjar 1:00 en ekki 11. Já. En bara endilega eða bara þið getur bara mætt hérna líka bara 1:00 og þá er hægt að skrá sig þessuna, sko. Ef að fólk bara mæta á staðnum, sko, það þarf ekkert flókið. En við erum ekki í því núna, við erum í deildinni. Já, spurning hvort það fyrir ekki að styttast í leik. Já, ég er spenntur að sjá hvernig þetta fer. Já, líka spurning hvort það sé komið, sko, eitthvað nýtt update og svona. Já, þú veist, nú fylgist ég ekki nógu mikið með Fortnite uppfærslunum, Nei, sko, þegar maður hendur í svona pásu í langa tíma, það er nú alveg 3 vikur eða hvað meira, 4 kannski? Nei, 2-3 ár? Já, 3 vikur. 3 síðan við vorum hérna senast. Já. Og ég viðurkenni, ég er ekkert búinn að vera að fylgjast mikið með Fortnite síðan þá. Já, eins og kannski sumir vita þarf ég að vera að fylgjast með nokkru leikjum. Já. Það er erfitt að vera inn í öllum þessu leikjum alveg 100%. Ég skilji, sko. Það er alltaf gaman að vera með í þessu. Já. Ég er náttúrulega, eða vant að gestalýsara, þá þurfum maður kannski að fara að kíkja yfir í League og eitthvað. Ertu ekki League og hverju líka? Já, Rocket League. Já, 2 leiki sem ég hef spilað bæðið mikið, sko. Þannig að ég geti örugglega vita eitthvað þar líka, sko. Já. Sett með á biðlistan þar. Já. Það er nú ekki langur biðlisti held ég í Rocket League, en það er aðeins lengri biðlisti í League of Legends. Já, ok. Rocket League er náttúrulega geggjaður leikur, sko. Já, mjög skemmtilegu leikur. Undir Fortnite mitt, þegar ég hann líka. Já, Epic Games. Já, akkurat, Epic Games. Já. Mér er að komið Rocket Cars eða eitthvað inn í Fortnite. Já. Game-out og getur fengið Rocket League bíl í Fortnite. Já, það er rétt. Og síðan sjá maður líka leið og Epic Games keypti Rocket League, að þá var komið svona shoppan frá Fortnite-inu yfir í Rocket, en við erum komin í alltaf mikið eitthvað tæknilega hluti hérna núna. Nei, heldur að fólki viti ekki af þessu heima? Jú. Heldur að þessi ekki að spila alla leikina sem Epic er að bjóða upp á? Já, það er alveg góð spurning. Fólk downloada Fortnite og sér hvað er í boði. Það er alveg góð punktur. Já, þú veist, allavega að downloada Fortnite og strax svo ferði í Fortnite og sérðu það að Rocket bílarnir eru allavega inn í Fortnite sjálfu, það er frekar erfitt að mista af þeim. Auglýstu það frekar vel inn í sínum leik. En já, Fortnite er náttúrulega svo stór svona sandbox leikur, hægt að gera svo mikið með hann. Það er bara allt annað. Já, og þetta er leikurinn sem þeir nota líka bara til að pröfa leikja vélina sem er á bakvið þetta. Já, ok. Þannig algjörlega mjög flottur leikur og Fortnite er svo mikið meira heldur bara þessi keppni líka, sko. Það geta allir prófa þetta er pínu eins og Minecraft, þú getur farið í hvað sem er hana, sko. Já, það er fullt af svona heimum inn í og alls konar borðum og þú getur farið í bara scavenger hunt eða bara eltingaleik líka, þú þarft ekki að vera í einhverju Battle Royale byssuleikjum, sko. Nei, þú getur spilað Guitar Hero eða Já, það er bara basically hvað sem er, sko, bara láttu þér eitthvað dett í huga, það er örugglega eitthvað til í Fortnite, sko. Já. Það er góða punktur. Ég man í flesta svona, maður var alltaf að sjá einhverja gæði sem voru að byggja, alls konar borð og einhverja borgir inn í svona kreatív heiminu sínum. Já. Ég datt svo sem ekkert eitthvað brjálæðslega mikið í það sjálfur, en það var eitthvað sem maður sá sem var bara svona, já, ok, þetta er alveg cool. Já, algjörlega, þetta er, eins og ég segi, þetta er svo mikið eins og Minecraft þegar fólk getur farið bara svona yfir í kreatív og bara búið til það sem það vil. En
mér finnst þetta eiginlega að vera betri Minecraft þú getur síðan bara sett kóðan bara út í heiminn og leyftu öllum að koma að prófa og sjá, sko. Það væri örugglega skemmtilegt að vera, þú veist, það til svona lítil borð, þú veist, eins og Tilted Tower fyrir þá sem eru búin að spila lengi, þú veist, það sem að var svona, þú veist, allir byrjuð einhvers staðar utan Tilted Tower og þetta endaði allt inn í Tilted. Já, það frábært borð. Sérstaklega þegar að, þú veist, það þarf ekki nema 20 manns í það og þá þetta bara stútfullt, skilurðu. Já, það nefnilega yndislegt. Sko, ég spila alls konar svoleiðis kort sem hafa verið til af því minn tími í Fortnite var Tilted Tower, sko. Já, ég lendi þar alltaf, sko. Já, það var bara, ég var mér að segja, í byrjun þá vorum við að tala það að ég var alltaf að kjúa bara einn í squads og lenda í Tilted. Það reynda rugglað, sko. Já. Treysta sér í það, mér finnst það eiginlega bara að vera hryllingsleikur, sko. Það var lottó, sko, en stundum kom maður alveg út úr Tilted bara sem the last man standing, sko. Já, þú veist, sumir flýja náttúrulega snemma, telja sig ekki vilja fara í einhverju bardaga og svona en flestir taka bara alla bardaga sem sjá hana í Tilted. Já. Sérstaklega, það þannig ennþá. Það alltaf einhverju spilar sem eru bara á tvöfaldaf takkanum og eru að leita fólki, sko. Já, við sjáum það reyndar lítið í deildinni. Það vantar 1 og 1 svona. Já, alltaf sé ekki út af því að þú færð flestu stíðin fyrir að lifa. Já, þú veist. Því fleiri sem þú tekur niður, því leikur lifir. Já, það væri náttúrulega hægt að snúi sig einhvern veginn við og hafa áhersluna á fellurnar. En þá þyrfti þá væri þetta allt öðruvísi hvernig fólki myndi spila. Já, algjörlega. En það sem líka skemmtilegt við þetta hversu marga við erum að fá í loka hringinn. Það svona kannski helsti punkturinn af hverju við erum ekki með það. Þannig sett að þú færið allt fyrir fellurnar. Það svo gaman í lokin þegar þetta svona, maður að anda bara rólega fyrstu 15 mínúturnar. Svo maður bara, svo þetta bara að brekka upp, sko. Já, algjörlega. Þetta búið að vera svona, maður sér það strax og fólk lendir saman einhvers staðar. Þeir svona prófa að skjóta oft, sjá hvort þeir eru bara eitthvað, hey, ok, hann ekki að flýja, ég heyri ekki skjöld og þá halda ég kannski áfram. Já. En almennt þegar við erum að sjá eitthvað svona þá strax og fólk sér hvort annað þá svona laumast þeir áfram, sjá hvert þeir fara og fara síðan einhverju aftar. Já. Sko, mappið eða kortið eða borðið eða hvað sem við kalla þetta náttúrulega risastórt fyrir 100 spilara samt pláss, sko. Já. Þú veist. Já, þeir minnkuðu náttúrulega aðeins mappið þarna í Fortnite, Simpsons útgáfunu. Já. Sem var reyndar skemmtileg, sko. Spilaði þú eitthvað það? Nei. Misti alveg af því. Þá kom hann bara Simpsons heimurinn inn í Fortnite og það var bara 80 spilarar max að því að borðið var miklu minna og eitthvað. Það var, ég varst það gaman, sko. Ekki bara chaos, leyfa 100 manns að vera á minna borði. Já, ég var alveg talað bara akkur ekki fleiri, sko. Ég myndi að vera hægt að vera 1000 manns. Það myndi ráða við það. Ég held að suma tölvur myndi bara springa. En það ekki allir með bara high-end tölvur til að díla við þetta. Það ennþá sumir að spila PlayStation 4, sko. Já, ok. En hversu, þú veist, af hverju ekki bara eitthvað game mode hjá Fortnite það sem bara 1000 manna lobby og það bara allir bestu gæðarnir í Evrópu að spila, skilju? Þeir fyrir náttúrulega þá að búa, ég held að þeir myndi aldrei leyfa það á bara svona klassíska leikvang. Þeir myndi alltaf þurfa að búa til einhvern aðeins stærri fyrir það. Já. Það pottet búið að tala um þetta. Það einhver ástæða af hverju það ekki gert. Já. Þú veist, það örugglega til 100 ástæður af hverju átt ekki að gera það, sko. En þú veist, ef við tölum við vorum að tala um Minecraft áðan, þú veist, maður hefur séð vídeós bara eitthvað, sérstaklega Mr. Beast eða eitthvað, þú veist, þá hann bara með bara eitthvað 1 á móti 1000. Já. Skilurðu? Það var bara eitthvað 1000 spilarar inn á sama server. Já, það samt, ég held að það sé aðeins léttara því að Fortnite með svo mikið af þessu nýju animations og það bæði sko hljóð, mynd og allt svona mun meiri almennt í Fortnite plus held ég bara. Þannig að þú veist að segja að það þyrfti að slökkva á emotes, þú veist það væri ekki hægt að dansa. Nei, bara slökkva á öllu, sko. Þú ert bara hérna hreyfandi svona. Já, og þegar þú skýtur rocket þá þetta bara svona píla. Já. Þú bara gerir svona 2 svartar línur út. Já,
Við þurfum kannski bara að senda post á Epic Games og spyrja, sko. Já, ég held að það væri allavega mjög erfitt fyrir einhvern svona server að höndla 1000 manna lobby fyrir Fortnite. Það sem þetta nú aðeins flottari gæði. Þó að það sé, fólk heldur þetta sé, þetta svo cartoonist dæmi, skilur, en það fullt af animations og þetta mjög stórt sem á bakvið þetta allt. Já. Og akkurat það sem við talum, það endalaust emotes á öllum. Já. Allir eru með 100 emotes í einhverju hjóli. Tegundir að getur breytt skó og það allt sem þetta að breyta einhvern veginn. Þeir eru bara að bæta líka í leikinn bara vikulega líka, sko. Já, ég veit ekki alveg hvað servera þeir eru með, en það, ég væri allan ekki til að lappa hringi kringu húsið á þessu server, sko. Þetta eru bara einhverjum margir fótboltavellir, sko. Já, þetta eru örugglega 20 kilometra bara. Já. Sem að eitt svona hús heldur þessu öllu saman, sko. Þyrstum bara að googla það, sko, og fá það á skjáin, sko. Hvar eru serverarnir hjá Fortnite? Hvernig lítur húsið út, sko. Já, en við erum byrjað að tala alls konar hluti. Já, rútan. Ég alltaf jafn ósáttur með að það engin snæperar í svona prósinni. Já, ég sammála. Ég vil alltaf hafa snæperina. Hefurðu lesið eitthvað statement eða eitthvað frá Epic bara af hverju þetta var tekið út? Ég held að, nei, ég hef ekki lesið neitt statement, en ég held að ástæðan sé að þú getur ekki bara tekið einn út í einu klikki. Þeir hafa tekið allt svona sem að getur fælt keppendur gæðina inni í einu, eins og ef þú kastaðir 3 handsprengjum, þá ertu bara átt. Ég held að það sé bara það, að þú getur ekki bara, að það sé eitthvað vopn sem getur bara þótt að ég vilja hafa snæperi, sko, en ég held að það sé örugglega ástæðan. Flest vopn þá þarftu að hitta hann 4-5 sinnum. Já, ég myndi, bara svona bogi eða bara léttur hunting-rifle eitthvað svona, þannig að þú gerir bara 190 með headshot. Já. Eitthvað svona það sem að, það væri ekki one shot, sko, en það væri ekki gott að fá það í hausinn. Já, ég elskaði snæper, sko, sama hunting rifle, snæper, hvað sem en við vorum að fá í eirað skemmtilegar fréttir. Við erum að leiðin inn í leik, þannig að það verður gaman að sjá hvað gerist í fyrsta leiknum hérna af 3 í kvöld. Bara endilega komum svo vel fyrir í sófarum með poppið sitt og gósið og skiptum yfir í leikinn. Já, hérna erum við að fylgjast með Sigmari. Herru, þetta eru 15 lið. 30 spilarar. Hér hérna rólega. Við skiptum yfir á. Skoðum hérna aðeins hvar fólk lendir. Arnar Nökkvi felldur. Fyrsti spilarinn til að falla. Spurning hver var það, já, nei, það var ekki Elite. Eins og við segjum, þá byrjar þetta oftast frekar rólega hérna. Já, strax skoðin einn fella samt. Betur en ekkert. Þó að við erum örugglega að fara að horfa á eitthvað mikið af svona til að byrja með fólk að stafna sér öll sín mat til að koma sér í gang. En sjá. Það einmitt máli aðeins að hlaupa finna sig, sjá hvort það sé eitthvað gangi.
Hérna geti núna gest það sem við varst að tala um áðan. Það einn keppandi fallinn. Er hann að fara að vera ressaður og þá er hann komið með fleiri, eða 2 stigi viðbót ef einhver tekur hann. Já. Gumsi að finna einhvern annan lengst í burtu, spurning hver það er. Sjáum það ekki hérna, það langt í burtu. Lindsay er að hann ætla bara að góa. Hann laður í hann. Þetta er Mickey D og Elite. Já. Monkey ekki með mikinn skjöld hérna. Spurning hvernig hann ætlar að spila það. Hann er bara að keyra. Bíða er óleitum. Þeir eru að syndi í burtu. Það lítur ekki vel út fyrir... Þetta lítur ekki vel út fyrir það. Þú vilt ekki vera í vatninu þannig. Herðu, vel gert! Svarar hérna. Lindsay bara með 16 eftir. Vel gert hjá Mikka. Nei, Monkey. Monkey núna komin upp, er að pressa á hann. Hvernig hann... Ef hann nær þessu, það var risastórt fyrir hann. Lindsay, hann má ekki gefa hann tíma. Ég sé hik. Lindsay kominn aftur í fullan skjöld. Og fær medkitið sitt. En Mickey. Nei, Monkey fer í lofti, þetta er hættulegt. Lindsay ákveður að sleppa því að klára medkitið og skjóta frekar. Já, spurning hvort það var þess virði, félagans var að skjóta á hann, en Lindsay hoppa niður, spurning hvað hann er að leita að. Gumsi, góða sér góða feilur. Sýnst hann bara að vera að elta Mickey, nei Monkey. Lindsay elta Mickey. Herðu! Nokkuð góð skot hjá Lindsay, nær í bakið á Monkey, en núna Monkey komin ennþá lengra burt. Lindsay heldur áfram að elta. Taldum að snúa vörn í sók. Spurning hvort hann sé að skilja Gumsa eftir bara þarna einn með... Þeir er ekki alveg vissi hvor er alltaf að taka. Elite og Gumsi í bardaga. Lítur vel út fyrir. Elite er að leita að einhverju hérna. Gumsi algjörlega að boksa sig inn. Og Elite er að koma og hjálpa. Nei, Monkey. Eins og sjáum, hann kemur að flýgur hinum með henn. Já, Lindsay er komin. Hvað sagði ég? Þú sagði Monkey. Ég er að ruggla saman hérna hægri vinstri, þetta lítur ekki vel út. Hörðu! Hvað er að gerast? Elite náði Lindsay en Gummi tekur út Elite. Ætti að geta pikka félagið sín aftur upp þegar þeir finna einhverja jörð til að standa ofan á. Hvað ætlar Monkey að gera? Hann er bara búinn að fela sig. Já, hann er ekki að finna neina skildi eða neitt. Hann er bara 37 helf. Það er engin nálægt honum, hann ætti að geta leikið sér að leita einhverju en... Gumsi er ekkert að drífa sig að ná Lindsay upp, sko. En við sjáum það eru smá ströggli að bara ná einhverjum upp. Við sjáum Looter. Hann er að representa FH, þeir eru nokkrir. Sjáum hérna FH-bræðurnir. Við erum nú ekkert verið að sækja eða reyna að komast í hérna barda. Það er annað lið hjá þeim. Flestir séu náttúrulega á því að vilja ekki berjast snemma. Það er samt. Sjáum það er 5 fallnir. 2 lið alveg dottinn út. En þeir ákveða að lappa bara í róleitum, fara burt, finna sér eitthvað. Eitt gott skí til að koma sér burt. Við skoðum aðeins hvernig hringurinn lítur út. Þá sjáum við hérna hvernig keppendur eru búin að dreifa sér á kortinu. Mjög mikil dreifing. Já. Það er ekki margir nálægt hvorum öðrum. Það er aðalega hana svona norð-vestur horninni sem að gæti verið einhverjir sem að lenda á móti hvorum öðrum leiðinni inn í hringinn.
spurning hvort að Lútur bara að safna smámál. hann að lúta. Já, eins og maður gerir, hann reyndar greiðlega að koma með Max. Ég veit ekki alveg að hverju hann leitar að núna, en hoppum yfir á Evan Burger. Sem að já, vissulega ekki að gera mikið nema taka smá göngutúr yfir fjallið. Reyndar lið að lenda eða mæti Viss og Kristó, ekki menninni sem þú vilt fá í bardagan, en þeir lauma sér hérna niður. Ætlaðir að fela sig bara hérna. Mér sýnist þeir ætla bara að fela sig hérna. Óttuðu Viss og Kristó það ekki? Veit það ekki, þeir eru... Nei, þeir hafa ekki spottað hann. Vel spilað hjá hann hérna undir stiganum. Það enginn að koma. Já. Hvert fóru Viss bræðirnir? Þeir fóru bara lengur áfram. Bara komnir lengst í þinn hringa eða. Færa sig inn. Sjáum að þeir eru ekki komin með eina fellu. Ólíkt þeim. Nei, ja, þú veist, ólíkt og ekki ólíkt. Það er ekki marga fellir komnar. Þeir eru að leita samt, ég finn það. Ja, þú sér nú vopnin sem að drengurinn komið með. Það lítur ekki illa út. Nei. Það er allavega tilbúin í góðan slag. Það er bara staðið í Þeir loftinu. sjá mögulega Viktor og félaga. Nei, þeir sjá það ekki. Þeir eru inn í hellinum. Fljúa bara beint yfir það. Þeir eru komnir Þeir eru þyrstir, ég inn í sé það. hringinn. Já, algjörlega. Sjáum samt að þeir eru bara að koma sér inn í hringinn, að reyna að koma sér góða stöðu fyrir bardaga ef hann gerist, vil ekki taka slæma bardaga lengst frá hringnum. Við kíkjum aftur hvernig kortið lítur út núna. Margir inn í hringnum hérna. Já, aðalega spá í það er appvísningulum, hvað þeir eru að gera hana? Hvað appisönglu eru að gera inn í hringnum? Já. Eru það að spotta? Hæ? Það er eitthvað að gera? Já. Já. Þeir eru komnir í bardaga, Viss, Kristó, Finna, hér, Gumsi og Hlinsi, búnir að fá allan eina fellu og fara síðan í bardagan hér móti, topp mönnum. Kristó og Viss sem verðast nú ekkert vera eitthvað rosa æstir í að fara í þann bardaga, þeir láta sér bara hverfa. Já. Þú varst svo viss um það að þeir væru að leita sér að einhverju bíddu, eru þeir að fara að labba inn í hellinn? Þeir eru að gera eitthvað. Þeir eru allan búin að finna þá hérna inn í hellinum og þeir eru... Já, það er bara að vera Þeir eru bara reyna að fela sig, já. Gengur ekki rosa vel. Þeir gleyma að halda takkinu. Það er að ná einum, ætti að taka seinni út síðan hér. Viktor er feldur. Já, þetta var ekki mjög flókið fyrir Viss og Kristó sem að finna sína fyrstu fellur hér. En leðilegt fyrir liðið sem að var að fela sig. Já, ég fíla samt að það voru að fela sig, en kannski stundum betra að byggja ekki neitt ef þú ert að fela þig. Þeir gátu verið þarna bak við vegginn. Það hefði kannski ekki vakið eins með athygli, en... Nei, það er akkurat tveir og boksaði svona inn í eitthvað hot. Það er frekar augljóst og sett að felaði þarna. En ég er að spá í, eru þeir ekkert að spotta mennina sem eru hérna hliðina? Þeir eru tveir hérna á toppnum. Viss er að byggja eitthvað. Kristó kemur sér bara yfir það.
Þeir verðast nú ekkert vera eitthvað rosalega... Nei, þeir spotta þá ekki! Ekkert að horfa. Horfðu! Hérna koma skotin niður á þá Viss. Það er búið að brjóta skjöldin. Hvernig sáu þeir það ekki? Ég skil það ekki, en Kristó er að byggja eins og brjála einhver. Nei. Þorri og félagar, voru þetta þeir? Já, Þorri getur verið felldur! Vá! Sjá hvað Kristó næður að skjóta hann hratt frá himninum. Viss líka! Veltrik svarar! Já, Viss ætlaði að elta en það var ekki með neitt skjöld á sér, hann er bara tekinn strax niður. Spurning hvort það fær ekki tjöggi hjá Kristó bara. Geðveikt! Kristó tekur hann að Þorra og Viss verður æstur og ætlar að fara að reyna að ná Veltriks. En Veltrik svarar bara. Herri, þú tókst liðfélag minn, ég tek þinn. Þeir eru greinilega að standa sig hérna mjög vel í deildinni, FH-bræðirnir, miðað við það að Kristó og Viss eru alveg búin að standa sig vera bara topp alltaf 3 í solos. Já, algjörlega. Núna byrjar að færa sig af stað en það er annar lið sem að horfir á þá. Arnar augu út allt á þessa 2. Sjá hvað er sniðugt hjá hann þarna að muna eftir að þeir voru búin að fella, voru svona refressa sig upp hérna. Þau fyrir ekki svona að brjóta neitt, þau fá bara öll mats upp í 500. Núna annars slagur farin í gang Jæjund í vandræðum hérna inni. Skotið í baki og Kristó. Það eru fleiri menn að leita að þessu bardaði hér. Það er allir komnir inn í þetta. Kristó skýtur hérna áfram en Jæjund er búinn að byggja. Viss er bara að halda pressunni hérna. Nú er þeir aðeins búin að skipta sér hérna einhvern veginn. Já, þetta er mjög sniðugt ef þú treystir til þess að skipta þér niður í 1-2 sitt hvoru megin, en svo Steffi reyna að fela sig þarna inni. Var einhver að falla þannig fyrir aftan? Ég veit það ekki, en við getum séð hérna hvernig þetta lítur fyrir ofan. Þeir eru bara á línunni, Kristó og félagar. Alex og Luther í leiðilegri stuðu, búið að vera að skjóta á það, en ætti að geta komið sér aftur upp. Alex tekinn aftur aðeins niður. Smá vandræði á þeim, Elite og Monkey að negla á þá. Þeir halda áfram að skjóta og finna skotin á þá. Þeir eru ekkert að gefa þeim mikið breyk þarna. Það er annað lið þarna lengst í burtu. Það er búið að fella hann. Þetta er GG Goat. Hann ætti að detta alveg niður hér. Hann er að reyna og reyna. Þeir keyra á hann. Þannig að Monkey byrjar að finna þetta. Ingo mjög lág. Klárar fyrst felluna. Það er mættur fyrir ofan. Elite tekur hann út. Ekki flókið fyrir þessa 2. Vel spilað hjá þeim. Finna síðan allt sem þau þurfa hér. Það er að safna sér hellinga dóti. Nú sjáum við hvernig þetta lítur út hérna. Hákon lítur ekkert rosalega vel út. Kristó er að vera skotin að hann, sker Kristó uppi. Luther og F og Alex. Nú eru svona allir að koma sér vel fyrir hérna á endanum. Viss og Kristó taka góða stöðu hérna. Lítið að taka nokkuð skot. Skemmtilegt að koma hérna fyrir aftan Viss og félaga. En þeir vilja það ekkert. Nei, skotnir mjög langt niður. Þeir eru að skjóta hérna F og bræðurna. Menninir sem eru efstir á vellinum eins og er. Johnny Hawkins og Sacred Kristó. Annar Kristó sem sagt. Þeir eru nokkrir. Þessi 3 hérna. Vinsar fram. Sjáum að Steffi fældur.
af Viss auðvitað. Sjáum það annar Kristó hann efstur. Hún búinn að taka toppinn af hinum Kristó. Af skvörnum í gangi. Allt að gerast hérna. Sjáum við núna hvernig þetta lítur út. Jæja, feldur, þeir eru að berjast toppinn hana. Kristó nær honum. Chris Riss í vesinni. Hákon feldur. Tekur hana, Kristó tekur Hákon. Það er allt að gerast, 16 spilar eftir, hringurinn að vera svolítið lítill. Kristó góðin alveg á toppinn. Kristó fyrir neðan. Kristó tekja nokkuð skot, er mjög ofalega ætti að vera séður af öllum hérna á leikvanginum og hérna fer hann á stað. Sjáum hérna Viss líka, þeir eru búin að ákveða alltaf að reyna að taka hérna hægrandið. Alex tekur út Monkey. Það er allt að gerast hérna. Eða mikið, maður veit ekki hvert maður er að horfa. Bjæjun tekin út. Sjáum hvernig þeir spila þetta inn á toppnum. Mjög margir að reyna að koma sér að stað. Lindsey nær Kristó niður. Lindsey ekki í góðri stöðu. Nei, hann 16 eftir. Nefnir medkit og skildi, þannig að ætti að koma sér aftur upp í lífi hér. Kristó nær, já, Alex og Luther FH-bræðurum. Alex fekk samt felluna fyrir Elite 10. Já, það er annar Alex, já, frábært. Þurfum að fá fleiri nicknames, strákar. Það er allt og margir hérna, hringurinn er alveg að vera búinn. En 9. hringur er að lokast. Hver ætlar að taka þetta? Sjáum að Viss og Kristó er ennþá með hægrandið. Skerð Kristó er að falla í storminum eða hvað? Alex líka. Alex hoppar upp á Kristó og Viss sem hann takar bara beint niður. Klessa hérna á botninum. Johnny Hawkins. Nú kom hann sér ágætlega fyrir. Leita sér leiða. Ekki nær hann vininum upp. Nei, það hefði verið rosalegt. Nei, pekka bara upp smá mats frá honum. Lindsey. 7 spilar eftir. Það er að koma sér inn í boxi til liðsfélagans sinni Gumsa. En Kristó og félagar er ennþá bara með toppnin. Þetta er bara akkurat það sem Kristó og Viss vilja vera með toppinn og skjóta bara niður á rest. Vá, Viss tekur hann á 2 út. Aðeins 4 eftir, 3 lið samt. Veltrix tekin mjög lágt. Johnny Hawkins er hann að hliðina á honum. Hann er tekin. Tekin bara strax að Viss, vá. Fljótt gert, Veltrix. Síðasti maðurinn til að falla. Kristó og Viss félagar taka þetta og eru með 12 fellur, rosalega vel gert. Veltrix tekur hann að annarsæti fyrir FH-bræðurnar. Þannig að mjög góð byrjun hjá þeim. Já, bara góður fyrsti leikur. Þeir eru nú komin með ansi góða fórustu. Þeir eru með 48 stig. Já. Nei. Jú. Þeir eru með 49 stig. 25 pluss 24. Voru þeir með 12 fellur saman? Wow. 12 fellur. Þeir gætu nú varla að fara herra en við ætlum bara að krifja þetta eftir smá, tökum nokkrar auglýsingar og já, ekki fara langt. Saman gerum við lífið skemmtilegra.
Velkomin aftur eftir fyrsta leikinn, auðvitað Kristó og Viss sem taka fyrsta sætið með 12 fellur sem gerir þá 49 stig, rosalegur fyrsti leikur í höfum. Þar á eftir voru það FH-bræðurnir Veltrix sem náði að halda sér og teygja sigurinn ekki sigurinn, silfrið. Og ég sá ekki alveg hver var þriðja. Það var hann að Johnny Hawks. Johnny Hawks, þetta eru, ég veit ekki hvort að fólk sé líka að breyta mikið nöfnunum á milli móta, við höfum svolítið lent í því. Ég skil ekki alveg okkur fólk vill ekki bara ákveða hvað þeir ætla að heita, það þarf alltaf að refresha bara leið og það hægt. Þeir breyta nafninu svo bara, þú mátt ekki breyta fyrir undir 14 daga og þá breyta þeir í aftur. Já, það er svo lélegt að þú ert alltaf að breyta nafninu, þá er enginn að fara að muna eftir þér. Nei. Þú veist, þó vinnir 1 og 1 leik og breytir síðan nafn fyrir næsta mót. Já. Þá veit enginn hver þú ert. Nennir ekki að vera að fylgjast með það af því þú ert að breyta nafni hérna. Já, það er ekki gott fyrir brandið, sko. Nei, það er mjög lélegt fyrir brandið. Það heitir Elko-deildin og er búið að gera það frá upphæði. Það var skrítið eftir hverja viku og hann er búin að breyta nafn. Já, akkurat. Þetta er svona ákveðin bara stíll líka að vera með eitthvað ákveðin nafn. Já, bara Já, þú ert bara að finna þitt nafn. Finna sitt nafn, halda sig við það. Það er eins og þegar ég var eitthvað trend þegar ég var í grunnskóla að breyta Facebook-nafninu sínu yfir jólin. Ég breyti í Jólabjörn og svo var það bara fast í 3 mánuði eða eitthvað. Já. Af því maður má ekkert vera að breyta mikið á Facebook. En... Nei, akkurat. Ég gerir þetta í sumum leikjum þar sem að ef það er eitthvað flip-mót þá breytir maður kannski einum aðgangnum en Já, ég skil helst ekki aðalaðgangnum samt. Nei, maður er með þetta alltaf sama. Ég er bara Gunsi B oftast bara búin að heita það lengi. Já. Og já. Það er ekki bara solid nafn. Já, ég heiti Gunnar Björn, Gunsi B. Það er ekki flókið. Hvað var þetta gamer? Bróskallinn. Já, bróskallinn. Já. Út allt. Já, það er gott. Já, það er mjög fínt. Það er engin annar með það, sko. Hvað var það sem álétti að hugsa, eða byrja að nota það? Bróskallinn? Já. Það var þegar ég var að streyma, þegar ég var menntaskólanum með Ásbrú, bara leiddist af COVID og svona, og maður streymdi mjög mikið, ég var að streyma alls konar leikjum. Þegar ég var að streyma, sem bara, einn í eins og TF10 og eitthvað, einn félagi minn var alltaf að segja hvað ég var fúll. Já, ok. Ég var aldrei brosandi, sko. Já. Þannig að þá var ég bara eitthvað, já, bróskallinn. Já, það var svona kaldhæðni til að byrja með. Já, það var kaldhæðni til að byrja með og síðan festist það bara. Já, við sjáum hérna ekki þið, en við fáum að sjá hérna stigatöfluna. Það er eins og ég sagði, Viss og Kristó með 49 stig á toppnum. Eftir það kemur Veltrix og Þorri með 30 stig. Svo var það Johnny í þriðja með 19, svo fer þetta 18, 14, svona tiltölulega þægilega niður. En eins og við vorum að tala í byrjun móts, kvölds, þá vorum við að tala að það eru bara ákveðin, það er svo erfitt að útskýra þetta alltaf. Föst stig sem maður getur farið með í næstu umferð, þannig að þrátt fyrir að Viss og Kristó eru komið 49 stig núna, þá er bara maxi 50. Þannig ef þeir vinna... En þeir eru samt að sækja þessi 50. Já, þeir eru að sýna sig. Já, þeir þurfa bæði líka náttúrulega að sækja þessi 50 stig, en líka, bara sýna krökkunum að þeir eru bestir. Já, og líka skamman sko að því að við vorum að tala það, við skiptum hann yfir á þá í svona, þegar var hálfnaði leikurinn og ég var eitthvað, já, þeir eru ekki með eina felli, þeir eru bara að taka sér rólega. Nei, enda síðan með 12. Já, þegar þú ert líka á toppnum alla síðustu 3-4 hringina, þá er ekkert skrítið og færð allt yfir 12 fellir endan. Þetta er kannski eitthvað sem aðrir spilarar þurfa að fara að taka til sín. Við höfum oft talað þetta. Það þarf að berjast fyrir toppinn. Já, en þú þarft líka að velja tíman til að fara á toppinn. Þeir eru fáránlega góðir að velja tímasetninguna hvenær þeir ætla að fara á toppinn. Af því að það voru alveg önnur lið sem var svona, þegar þetta var fyrst að hópast saman í svona lítið hring, voru önnur lið, og voru hinu 2 Kristóðanir sem voru hana í toppbyggingunum, en náðu síðan ekkert að byggja sér áfram í því. Staðan, þetta er niður, Kristó og Viss byggja sér upp á móti og taka bara toppinn akkurat að réttum tíma. Og það er eitthvað svona bara fáránleg reynsla og geta til sem að sýni sig þarna, sko. Já, þeir eru mjög góðir eins og segir að taka toppinn tilbaka ef þeir missa hann, en sko málið er líka að þeir keyra á hann.
Já, Þeir eru örugglega bara milli sín, bara herru, við erum að fara að taka þetta núna. Þá byrjaði bara sikkur megin jafnvel við sá sem eru og þeir bara ætlu upp. Já, líka, við sjáum það oft, það er akkurat þegar þessi sem er á toppnum er ekki að horfa í áttina þeim. Þú heyrir þeir eru að skjóta eitthvað, þú sérð þá og þá bara, búm, upp að Kristó og Viss bara taka toppinn og síðan bara neglaður á alla sem eru niðri og þeir eru byrjað að reyna að færa sig alltaf hring eftir hring því að þá er byrjað að reyfa svo mikið. Já. Þá er Viss og Kristó bara eiginlega öryggir með toppinn einhvern veginn. Já, og það sem þeir gera, sko, Viss og Kristó, þegar þeir eru með toppinn og einhver ætlar að reyna að taka það af þeim, þá eru þeir til í að berjast og alveg eyða smá byggingarefni fyrir það. Já, alveg slatta, sko. En það virðist vera að aðrir, þú veist, þetta er svona svolítið, herri, það er verið að fara að reyna að taka toppinn. Já, förum bara niður, skilur, það er léttara. Já. Leiðum þeim bara að taka toppinn og ég ætla að eiga ég ætla að skjaldbaka mig áfram frekar. Sem að kostar ef ekki meira að vera að setja allan hringinn og þakið og allt í staðin fyrir að geta bara sett gólfið og vera efst uppi. Já, algjörlega, þú sittur hana gólfinn og litla píramídan oft til að hafa svona auka byggingu, allavega það sem er svona fyrsti punkturinn sem þú ert að byggja frá. En já, maður sér það allavega, þeir eru að gera eitthvað mjög rétt í enda hringnum og aðrir þurfa að læra og vera ekki hrættir eins og þú talar að taka slæginn hann á mótiðum á toppnum. Af því ef þú vinnur hennar slag síðan, þá ert þú í þeirra stöðu. Þeirra stöðu og mögulega kannski nærð einni fellu og færð byggingarefnin frá hinum, eða þú veist, það getur gerst. Og síðan finnst mér líka gaman að tala Veltrix og Þorra bræðurnir sem unnu ungmennamótið. Þeir eru greinilega að sýna það að þeir eru alveg heim í deildinni, þeir eru öðru sæti eins og þeir. Þeir eru frábærir og eru búin að sjá þá í Solos líka í topp 10 listanum. Þannig að þetta eru drengir sem að klálega ég held að þau séu nú ennþá mjög ungir. Já, þeir eru stefna mjög hátt. Já, með hvernig þeir eru að spila núna ímyndaðir 5 ár. Ég held að Viss og Kristó séu með einhver 5-6 ár á þá. Já, alveg örugglega og bara líklegt að þeir séu með reynslu úr einhverjum öðrum leikjum fyrir þetta. Það hjálpa líka alltaf að vera búin að vera að byggja einhverja reynslu. Veltrix og Þorri, það kemur ekki óvart að þetta er svona fyrsti leikunum þeirra og fyrstu deildin og hann er að Viss og Kristó alveg slatta eldri allavega, hann er að það á eftir að breytast mikið næstu ár held ég. Það er allavega nöfn sem að klárlega ætti að fylgjast með. Já. Og kannski F búin að sæna hérna snemma. Þetta er svona eins og þegar svona íslenskt fótboltalið sæna einhverja og svo fara þær skilur til Englands eða eitthvað. Já. Það ætla þetta að verða þannig. Er F að fara að vera, bræðurnir F að vera sænaðara, þú veist, Face Clan eða einhverju sem stóru organizations eða félögum. Face Clan? Það er ekki bara að fara til Bretlands í Fnatic. Fnatic, jú. Já, Fnatic. Það var nú bara fyrsta sem ég datt í hug. Já, Face Clan er bara, ég held að það sé að þetta í sundur. Já, maður er ekki, ég held, þegar þú segir að þá var eitthvað sem ég sá, það er bara eitthvað að hætta. Já, allavega sá ég svona creator dæmið þeirra. Þeir eru ennþá með einhver lið en ég held að það sé líka hægt að hjá þeim. Því miður, gegga klan sko. Já, það var eitthvað klan sem ég man líka eftir, það var það TSM, Team Solo Mid. Team Solo Mid. En það var ekki í Fortnite, held ég. Nei, ekki, gæti verið hann á fyrstu árin. Já. Þeir voru náttúrulega út allt hann á fyrstu árin, en Team Solo Mid er, maður heyri það í nafninu, þetta er League of Legends lið. Þeir voru góðir, ég held með þeim á þeim tíma. Já, ég hef nú verið bara G2 maður síðan ég sá fyrstu G2 liðin bæði CS og League of Legends, þannig að ég væri nú alveg til í að sjá einhverju Íslendinga þar líka sko. Þeir mættu alveg fara að þanga, Veltrix og Þorri, frekar en Fnatic mín vegna. Það er bara aðeins lengra að fara til Þýskalands. Já. Það er náttúrulega endalist á svona mótum í gangi hjá Fortnite. Já, alveg helling og meira þess að þú getur, held ég sjálfur, komið þér í einhver svona mót með því að vinna fullt af þessum online mótum sem þeir halda sjálfur. Fá einhvern aðgangu með það fyrir að komast eitthvað langt þar. Já. Já, það er líka gaman að sjá hver maður stendur, ekki bara á Íslandi, heldur líka í Evrópu. Já.
Maður hefur nú keppt í gamla daga á heimsmeistaramótinu og þá var maður náði einhvern tímann topp 100 í Evrópu, sko. Það er ekkert joke. Nei. Ég hef aldrei verið nálægt því í einhverju leikjum. Eins og ég segi, ég elska alltaf að vera í svo mörgum leikjum að sitja og fókusa á eitt leik í alla daga, það er ekki ég, sko. Nei. Það voru góði tímar, það var svo rosalega mikill peningur sem var verið að dæla inn í hennar leik, þannig að þú kannski bara fengi Já, ágætis upphæð. það var nú eitt sem var með mér akkurat í skóla sem var nú bara byrjaður að vinna við það að keppa á online Fortnite mótum að græða pening, sko. Já, ok. Það er þetta rosalegt. En það var þeirra að vera svona að dæla sem mestum peningi þetta, 2020. Já, þeir eru aðeins búin að minnka budgeti núna, en það er samt ennþá alveg peningur, sko. Hellingspeningur hann á bakvið, en þetta er kannski, þú gerir þetta ekki að vinnu sem svona áhugamaður bara heima online leikur. Þetta var bara svo stórt mál, þannig að í COVID, þú varst ekki að mæta á mót þá, það var eiginlega ekki hægt að hafa einhver svona stór LAN-mót stanslaust, þannig að online mótin voru bara hvernig Fortnite gerði þetta allt. Já. Eittir líka miklu meiri tíma í tölvuleiki á þeim. Já. Tölvuleikja bara industrí blómstraði á þessum tíma. Já, sjónvarps, það var alls konar sem jókst. Já. Í COVID. Það var náttúrulega skemmtileg tímar og hvernig heldur að verði líka þegar fólk eftir svona 50 ára er að lesa hvernig COVID var, skilur? Það hljómar rosa skeri, allt lokað, fólk að deyja bara á götunni, skilur líka? Já, þetta var nú, ég held að það voru nú fáir sem að endu svoleið sem betur fyrr. Það var flest svona veikindi sem að ég tók mann svona hægt og rólega, en Já, það er alltaf íktast, sko. Það er alltaf íkt og við tölum, maður talar alltaf það, mamma og pappi tölum hvernig þau þurftu að labba í sveitinni yfir í skólan og hvernig þau voru byrjuð að vinna í sveitinni þegar þau voru 10 ára og var það ekki svoleiðis hjá þínum fóröldur eða þau kannski ekki á sveitinni eða? Jú, pappi þar. Já. En það, maður heyrt endalaust og svona hvað var alltaf miklu erfiðara. Það er allt íkja líka. Það var, voru hlutir ákveðið stíi erfiðari, ekki jafn mikið tækni. Nei. En það verður ennþá meiri tækni eftir... Það voru öðruvísi vandamál. Já, kannski verður Fortnite bara orðið svona þannig að þú ert í búning eftir 50 ár. Já. Það gerir þetta sjálfur. Já, meinar. Þú bara setur á einhver gleru og ert í bara einhvern ból sem er með eitthvað svona sensor touch á sér og... Já, tekur síðan bara upp svona gerfið byssuna. Já. Allir bara í geðveitt góðu formi en að hlaupa til í einhverju töluleik. Já, það getur verið. Er það ekki máli? Við erum alltaf að þjálfa það hérna út alltaf hreyfingupartur á rafíþróttunum, sko. Jú, það hlýtur að gefa manni allavega, ég held að sé alveg eitthvað rannsakað að það klárlega hjálpar að vera með physical dæmið eða líkamann í góðu lagi þegar maður er í tölunni. Já, ég hef nú bara að lesa það í dag að 30 mínútur ganga áður og hoppar í tölvuna hjálpar hausnum alveg gríðarlega, hann er með miklu betri reaction time strax og þú sest niður. En 30 mínútur ganga meðan þú ert að spila. Akkurat. Kannski smá upphitið og síðan bara byrja að labba. Já, þú með svona göngufrætti skilur standardið gaming, það getur verið eitthvað. Algjörlega. Ætla Veltrix, Vissu og Kristó séu bara labbandi að spila. Er það leyndamálið? Ég veit ekki hvort þið séu labbandi að spila. Þeir eru kannski búin að taka gott gym session áður eða mættu. Já, en leikur 2 er að hefjast. Við þurfum ekki að fara í bara podcasti líka við. Við ætlum að fara að sjá leik nummer 2. Já, við erum að fylgjast með Gumsa. Hann var frekar hress svona til að byrja með fyrsta leik. Já, þeir lendi hérna skemmtilegum barda á móti
Við erum glemd hvað það heita en sjáum aðeins hvað fólk að lenda. Það getur bara verið að þessi bardagi gangi hérna einhvers staðar. Já, það er bara... Fyrsta fellan er komin. Já, Arnar Nökkvi féll sem Elite var að fella líka annars staðar. Þeir eru alveg út í enda, þeir eru samt í bardaga. Ég sýnist Man Ryan vera að sjá hérna... Herðu, hann er að labba bara beint inn í hann! Man Ryan er að taka miðflokkinn. Miðflokkurinn svarar. Áhugavert nafn. Já. Hver ætli þetta sé? Er þetta Sigmundur Davíð? Ég allavega hefði viljað sjá eitthvað annan nafn heldur en þetta. Já, við blöndum ekki hérna pólitík og leikjum saman. Já, þetta er Gnarrarinn. Þetta sé bara ábakki á honum. Herri, Viktor er með Swamp Simpson með sér. Alltaf áhugavert fólki sem að ákveður að hafa það því að hann er eini sem sér. Já. Þetta er bara að bugga þig. Þetta er ekki að gera neitt annað. Hvað meinar það? Þetta er góðu vinur. Talandi að Fortnite sé með eitthvað svona endalista valmöguleikum til að gera, skiljum við. Já, partur af þessu að ég man þegar dýrin komu fyrst sem bakpókin. Já, það var gott. Það voru svo mjög góð. Grogu og þegar þú tókst Mandalorian, oh my god, ok, ég skil ekki af hverju þú myndir ekkert síðan hafa Svampi Sveinsson að eldaði alla leið. En hann er ekki með félagið sinn, Já, hann er verðilega ekki einmanna núna. Nei. Þetta er hans leið til að vera ekki einmanna. Hann var Svampi Sveinsson með sér alla leið. Geitin er búinn að sjá burgerinn. Jólaálfurinn hann rétt fyrir fram líka. Þeir eru að spila þetta mjög rólega Geitin. Þeir séu búin að tilbúinu núna. Þeir ætla ekki að skjóta. Hvað er hann að gera? Hann er bara að bíða. Hann að byrja þér. Vá, hann að einu skoti. Þeir biðu og biðu. Fyrir 19 skaða. Já, það gerir stundum. Þeir hefðu nótt að skjóta þarna bara þegar hann sá hann hliðina sér yfir tréð, en spurning hvað er Ingo? Ingo líka. Herru, þetta eru reyndar, ég var að gefa þessum stórt hrós. Ertu að sjá hvernig skinn? Já, þetta eru frábær skins. Þetta eru geðveik skinn. Þetta er það sem maður spilaði. Ég reyndar að spá. Þú veist, ég held að þetta sé bara gett svona sjálfgeft skinn einhvern veginn. Ég veit ekki hvort það sé. Já, ég er að spá, er þetta OG eða er þetta það sem var reworka og koma aftur? Þetta man ekki hvernig nákvæmlega líturum var á því, en þetta lítur að vera bara OG. Hann er náttúrulega einu sem er búinn að gera. Hann er í Nike skóm líka. Óþarri, en Nei, ég fíla það. Það er eitthvað ákveðið lúk. Já, ég er kannski bara of OG. Ég er bara að hafa klassíst og ekkert meir. Já, ég skil þig. En Geitin, hún er líka, þetta er líka OG. Hvort finnst þið nettara? Rauða eða blá? Já, rauði nettari, en blái er samt meira klassísk, finnst mér. Já. Allan að frá, PlayStation dögum. Þetta var svona PlayStation, riddarinn. Já. Gamli góði. Hendrik GT Goat er, þetta var þetta ekki Battle Pass skin? Season 1 eða 2, Black Knight og allt það. Þetta er bardagi inn í storminum, Hákon og Chris. Hákon hefur nú ekkert rosalega tíma til að vera hérna, hann er með 30 eftir. Ja, hann er með jetpackinn, ákveður að nýta hann, koma sér út. Vá, ef Gumsi og Hlinsi keyra strax núna. Hákon er að skilja sig, Hlinsi keyrir, kemur fljúandi. Tekur enginn skot, vel gert, hann er að komast frá þeim en er ennþá inn í Sonnu. Staðan er á honum. Gott samt, hann lét Hákon hætta að fá sér skjöld. Það gæti verið einhver taktík. Já.
En mér sýnist þeir bara alltaf að vera rólegir. En þeir vilja koma sér út, sko. Þú vilt ekki taka hann að barða að þeir eru ekki með neinn medkits eða neitt og hérna er supply drop til að bjarga þúr. Chris ætti að örgulega fylgja honum bara, nei. Þeir fá ekkert. Veitu hvað, þetta þarna, þetta nýtt eða er þetta gamalt nýtt eða Hvað? það sem að Hákon er með, Ég veit. þessi sprengja hérna, Já. þetta býr til eitthvað svæði. Já, er þetta svona stormur? Já, sem að, Stormsprengja. ég held að sem að hýla þig, síns mér, Nú þurfti að hafa eitt svona AI Já, sem svara bara þessu. En þeir eru mættir strax í annan bardaga á móti Steina og Steppa en Chris er þannig beint fyrir aftan. það gæti verið mjög gott, Hákon svona pínu að íta á það, pressa það, koma sér hátt upp. Þeir eru í stormunum, Hákon þarf reyndar að fella aðeins aftur tilbaka en Kristóf er komin á hann. Það er Kristóf að gera, hann er með 16 eftir, hann getur ekkert verið hann inni. Hann er komin sér út. En stormurinn líka farin á stað, sýnist mér. Nei, hann er ekki farin á stað. Nei. Það hljómaði bara, það hefur verið skemmtilegt. 13 eftir. Skemmtilegt og ekki skemmtilegt, allan ekki skemmtilegt fyrir Chris sem er að koma sér upp í lífi núna. Hvert fóru félagarnir? Já, þeir eru bara farinir hann upp. Fylgjum þeim. Þeir eru bara mættir í annan bardaga. Já. Steini og Steppi eru mættir á Gumsá Hlins. Já, þessi þrjú lið núna allir búin að mæta hvorum öðrum. Já, skiptast á að berjast. Allir á leiðinni inn í hringinn. En núna fyrir stormurinn á stað, sko. Já, Hlinsi er ekki góð í stöðu. Nei, ég held að hann eigi örugglega ekki neitt heldur. Hann á Á ekki neitt. eitthvað, hengi. Ekkert líf. Þeir eiga hvoru líf. En S-bræðirnir eru fyrstir að fara. Það gefur kannski Hlinsa á þeim aðeins meiri tíma. Já, en þeir koma sér samt upp á hæggrandi og akkurat hann að koma skotin niður tilbaka. Hlinsi er ekki í góðri stöðu. Og hann er Gerir þetta vel. hann er líka að lappa næstu beint inn í Chris og þá. En hann tekur ekki eftir því núna. Nei, hann sleppur hérna. Þetta er líka eitthvað svona skjaldar skrýmsli bara. Gefur þér bæði hérna svona flotation og skjöld. Sjáum að þeir eru bara frekar rólegir. Já, það eru flestir mjög rólegir hérna. Ennþá 16 lið eftir. Kíkjum aðeins á hvernig þetta lítur á kortinu. Við sjáum hérna, það er einhver hérna lengst inn í hringnum. Við erum bara alltaf að fá sér latte þarna í lending. Já, líkil kaffi maður. Ég er það ekki. Ég myndi ekki stoppa lengi þarna. Herru, nú er eitthvað að gerast hérna sýnist mér. Þeir eru margir hliðan og hverjum. Það hafa verið skjótanum á öllum áttum. Veldrix í feldur. Þeir eru í öðru sæti að það er búið að klára Veldrix. Það er ekki gott fyrir FH-bræðina að fá þetta á sig. Það er Mugsy. Hann að bæta við bolludagur. Já. Hann greinlega elskaði bolludaginn. Það er ennþá bolludagur í honum. Það er alltaf margir hann. Það er þrjú lið hérna og verið að skjóta á það og þaðan. Viss var að taka einhvern niður. Aha. Já, náði einhverju niður. Herru, það er skotið á hliðina. Hákon nær þarna Kristó nr. 2. Hvernig var það? Nei, þeir eru alltaf margir. Þarna kastar hann þessi niður. Já, þetta er sköldur. Gassköldur. Já. Mikill. Gefur alveg 100 eða meira. Komin hann upp í fullt líf. Vinur hans, Johnny, er farinn. Nei, hann er ekki farinn. Nei, hann hoppaði bara niður til hans. Þeir eru nú hérna aðeins félagarnir ágætri stöðu en Hákon og þeir eru að taka hægrandið. Þeir þurfa samt að fara. Kristó hoppaði bara niður. Hann er farinn. Það var að skjóta hann á fullu.
Þeir eru greinilega aðeins ósáttir með að hafa verið skotnir. Aðeins svona fólk að finna bardaga, einhverja fellur að koma. Það allt að gerast núna. Samt er það mjög rólegt. Herðu, svo hvað ég sé hérna. Þorri, búinn að pikka Veldrix upp og þeir eru á leiðinni frá stormunum. Þannig að bræðirnir eru ennþá inn í þessu. Vel gert hjá Þorra að ná Veldrixu. Já, akkurat það sem hann þurfti að gera til að halda þessu gangandi. Ég vil ekki dett út strax núna eftir að hann fengi annarsætið á hann. Já, ég veit að bíða eftir þessu flightdroppin. Tekur nokkuð skot fyrir það. En ég verði eiginlega að sína eitt annað á mappinu líka. Já. Hvað er að gerast hérna lengst í burtu? Hvað með þeir? Þeir eru hérna lengst, hérna. Veitu, hver eru þetta? Arnar og menn. Ég verði eiginlega bara að Máni King? tjekka á þeim. Já, sjá. Hvað eru þeir að gera? Sko, þetta hlýtur að vera búið hjá þeim. Þeir eru þarna lengst inn í hring. Jetpacks. Ef þeir komast inn, Jump pad. þeir eru byrjað að taka 2 í skaða. Þetta lítur ekki vel út en skiptum kannski yfir á eftir að sjá hvort þeir ná þessu. Já, stormurinn var Hann að breytast. Já, Þetta er nökkvið, gefum honum smá skjáttíma fyrir að reyna allavega. En hann er farin á hnén. Új, á meðan tekur Kristó Hákon í loftinu. mjög vel skotið. Kristó að sækja sér eina fellu hér, ætti að geta klára Hákon í róleitum. Reynir að rúlla sér hann í burtu. Verði ekki. Bólvita er líka að taka Ingo út. Spurning hvort að hann stendur Ingo 97. Kannski þekki hennan Ingo. Máni King fellur líka. Nú eru orðnir ansi margir. En skiptum aðeins aftur yfir á strákana hérna. Þeir eru ekki búin að gefast upp en þeir eru vissulega ekki að fara að endast núna. En þetta var síðasta skipti sem við skiptum á því að þeir eru búnir. Já, algjörlega. Hann er að fallin. Nú. Þarna eru Viss og félagar loksins komnir. Það er ekki búin að sjá þá. Margir saman hérna. Vá. Þeir tveir á toppnum. Mjög góður í stöði. Það er Kristó að finna nokkur skot, Gumsi og Lindsay ekki góður í stöði. Eru samt með hring sem er gott. Það er kannski Stöffi sem að er ekki góður í stöðu þráttur að vera langafstur á borðinu. Það er Kristó að fá nokkur skot í sig frá þeim. Þannig að efst uppi. Það má sjá eins svona. Þetta er að lenda hérna í áhugaverði. Lokahringurinn virðist vera hérna inn í skóginum. Margir vilja fara svona upp í trén þá og eitthvað. Það er líka 25 manns ennþá hérna. 13 lið. Gumsi og það er verið að rigna hérna á þá. Margir að nýta sér þennan nýja skjöld. Smá reykur. Sjáum Þorri og félagar ná að koma sér hérna líka.
Allir hérna bara voða slakir, býð eftir hver allar að vera fyrstur að hreyfa sig. Kristó vissir ekkert eitthvað geðveikir stöðu hérna alveg í miðjunni, sko. Nei, bara eiginlega skelfur í stöðu, en sjáum hvort að þeir finni ekki hækkarandi eins og þeir gera alltaf Hawks box. Fyrstu til að reyna að færa sig og þannig að fara bara 5, 6, 7, 8 manns að stað, ef ekki fleiri. Allir fljúandi inn núna. Sigmar, já, þið eru frekar aftarlega, þið þurfum líka að gera það, já, koma sér hér inn. Vá. Það er allir komnir á 1 punkt núna. Þetta verður algjört chaos. Viss tekur einn, Kristó tekur annan. Og þar fljúa þeir og finna punktinn til að vera efstir. Þeir eru ótrúlegir. Náis einhvern veginn alltaf. Lítur ekki vel út fyrir Chesty. Nei, þeir eru mjög aftarlega og ekki með neitt. Þarna fellur hann. Hawks ætti að falla beint eftir. Þeir er ennþá á lífi en þarna fer það Bjæjund og Alex ekki í góðri stuðu, eru með Viss og Kristó beint fyrir ofan að spreyja þá niður. Já, reykurinn sér ekki neitt út af þessu reyk og þar fá þeir skot í sig út af því eiginlega. Hawkins taka smá skjöld. Vá, Holudagur Mögsi með rosalega hægrátan uppi. Sigmar fellur niður. Kristó virðist vilja fá lútið hans, hann drífur sig. Er kannski ekkert voða sniðugt, tekur hann á rosalega skaða. Átta sig ekki á því hvað eru margir hann í kring en Þeir eru nú orðins freka margir og Kristó bara í vesinni, næst samt að koma sér inn í hring. Og auðvitað Viss tilbúin bara komin liðan á honum. Þeir eru ótrúlegir þessi tveir en Alex 10 núna að reyna að koma sér upp. Jetpackinn af stað. Ná að koma sér upp ágæta stuðu hér. Ansi mikið að gerast hérna. 21 spilar eftir, þú veist, þetta er bara fáralegt. Ríkalega margir hérna í Sacred Kristó að reyna að leita sér leiðir inn í hringinn. Fullt af skotum, færi sig aðeins ofar en sjáum það að Vissi byrjar að byggja upp. Hann ætlar að koma sér efst upp. Sacred Kristó tekur jetpackinn snemma hér upp á hólinn. Þarf að taka medkitið á móti en er það nóg? Þeir eru á leiðin upp fjallið sem ég fíla. Vá hvað margir að fara að lenda í vesinu þarna niðri. Bjæja feldur, Steini feldur. 18 spilar eftir. Það fer hratt núna. Hawkins virðist vera efstur. Þeir eru í bullinu þarna niðri. Alex 10, rosalega lítið líf. Bjæjun tekin út. Mann Ryan tekin niður, ekki út. Þannig fór hann. Johnny Hawkins komin á toppinn. Tjekkar hann að hvort það sé einhver að reyna að ná því, virðist ekki vera. Viss tekur fellu. Johnny Hawkins heldur áfram að skjóta, hann og Scared Kristó eru með hæggrátið. Hyggir hann aðeins lengra, kemur sér nær því sem að hringurinn er að fara. Hann er að fara aftur niður fjallið. Fram og tilbaka fyrir þetta. Luther. Johnny Hawkins fellur niður. Sacred Kristó gera það líka, þeir eru mjög lágir. Og þá fyrir Kristó og Viss að reyna að ná toppnum. Já, finna bardaðan, negla þá báða út og taka toppinn af þeim. Þetta er tímasetningin. Viss fellur niður. Kemur rétt svo aftur inn. Hann átti ekkert eftir. Þeir ætla örugglega bara að spila þetta rólega hérna uppi. Það er allt að gerast. Kristó lætur sér detta niður en spurning hvort það hefði verið óvart. Já, hann var með þetta nýja buff sem að lætur ekki taka fall damage í smá tíma. Þannig að Holudagur Mögsi, þetta lítur ekki vel út fyrir honum. Hann har 5 eftir. Nær að koma sér inn. Spurning hvort það nær einni fellu hér. Medkit, hann tekur það. Hann har 5 eftir, hann þarf að byrja. Hann er byrjaður. Kristó tekur eina fellu viðbót. Hann fær ekki tíma
hann að gefa sér 4 í líf og þá fellur hann Bolludagur og Luther 1-1 og það aftur Kristó og Viss og með 12 fellur eins og hann. Já, rinse and repeat, sagði einhver. Ef þetta virkar einu sinni, akkur ekki gera þetta aftur, það var svolítið þannig. Já, þeir voru samt ekki með sömu stjórn fannst mér svona fyrr. Þetta var meira þeir komu inn seinna, tóku toppinn í þetta skipti og síðan kláruðu þetta. Já, þeir komu þarna, sko, þeir voru líka, hringurinn var á leiðinu upp og niður fjall. Það er svona svolítið öðruvísi að reyna að halda high ground þar því að þú ert ekkert að byggja, margir þarna voru að fljúga og eitthvað. En þeir taka samt alltaf réttar ákvarðanir þegar það þarf og skilaði sér bara enn og aftur. Bara fundu nokkuð góð skot á þá sem voru á toppnum og síðan bara beint upp. Ekki spurning, þeir sáu tækifærið og þeir nýta það svo gríðarlega vel og eins og við erum búin að vera að tala endalaust aðrir þurfa að sjá hvað þeir eru að gera og reyna að fylgja því að þau veist, strax svo þeir færa sig upp þá er kannski tíminn til að skjóta þá. Já. Þegar þeir eru að reyna að gera þetta þá þurfa liða átt að sjá því hey, við getum tekið toppinn af því að ef að þeir eru að fókusa á toppinn þá getum við skotið á neðan rétt á meðan og fókusa og í rauninni bara rinse and repeat, þannig að næsta lið í rauninni er að reyna að koma sér á toppinn þannig að maður nái ekki að halda toppinn svona lengi, þetta er ekki í lagi. Síðan líka það þarf ekkert endilega bara að skjóta spilarana, þetta skjóta byggingarnar og láta detta niður eins og við sáum. Við sáum hana fullt af byggingum sem að fjallu en sem betur fyrir Kristó og Viss þeir voru báðir með held ég þetta nýja ég veit ekki hvað þetta er. Sprengjan? Já, ekki sprengjan, þetta er hitt. Ekki þarna gasi, heldur hana stóra kannan sem þeir eru að hrista hana. Já, þetta er hana, ég man ekki hvað þetta heitir, þetta gefur skjöld og þú hoppar herra og tekur ekkert fall. Já. Skaða. En já, við ætlum að halda áfram að skrifa þetta bara eftir örskamma stund. Dettum í smá ylsingar. Ég get aðstofa ykkur. Og síðan hittumst við aftur á miðleið. Við eigum heiminn og allt sem í honum er. Saman gerum við lífið skemmtilegra. Luka, 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 Luka. Na, 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 na. Luka, 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 Luka. Na, 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 na. Luka, 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 Luka.
Já, það var ekki löng pása, við erum mættir aftur að fara að kryfja leik nr. 2. Aftur eru það iCrystal og Viss sem taka sigurinn, já, bara með nákvæmlega sömu tölur, 12 fellur, þannig að þeir eru konum með hvað, 98 stig þá? Já, eitthvað svo leiðist. Það er allan allt og mörg stig sem Já. eru mætti með eftir 2 leiki. En það er eins og við tölum á hann. Þeir fá bara 50 stig fyrir næstu viku. Þetta er ekkert búið. Ja, Þetta er bara upphittun. við erum, Kvöldi er bara upphittun. já, þetta er ekki beint uppbytun, en þetta er svona ákveð, það er tímataka í kvöld. Það er tímatakan. En við getum fengið að sjá núna stigatöfluna. Já, verður Þarna. skemmtilega að henda því upp. Sjáum akkurat. Fáum kannski Já. bara á stóra skjáin, þannig að fólki heima sjá þetta líka Já, akkurat. 98 stig, 2 sigrar, 24 fellur og eftir þeim koma Þorri og Veldrix sem að Sóttu ekki mörg stig í síðasta leik. þeim voru með 30 eitthvað. Ég heldur að það bara ekki fengið nánast neinn, sko. Þeir voru allan með eina fellu. Þeir voru með 7 held ég. Já. En þú sjáu hérna hvað erum að tala um að Viss og iCrystal bara stingið af og já, en samt ef að horfa sko eftir þeim Gumsi, Arnar og Máni og Alex og allir þeir, þetta er bara 37-27. Þetta er von Já, ég veist, allt frá 7. sæti upp í annað sæti er bara mjög jafn. Já, Þannig að það er að fara að skipta miklu máli upp á næstu viku þó að ég held að Viss og Kristó séu tæknilega séu búin að tryggja þetta. já. Þessi 50 stig yfir í næstu viku. Já, við getum eiginlega bara sagt það því að það er ekki séns. Ég held að þessi tæknilega sé bara eiginlega ekki séns að einhver annan náði þeim. Þeir eru komnir með örugg 50 stig, það er spurning hver ætlar að taka 40 stigin af þessum, hvað ég var að segja, ég gef Stöffi líka alveg séns sko, það munar bara 20 stigum. Já. Það er Stöffi. Spurning hver ætlar að taka annarsæti sem var 40 stig, það lið sem lendir í 3. og 4. fer með 35 stig yfir í næstu viku, 5. og 7. fær 30 stig, 7., 8., 25, 8., 9. og 20 og 10. og pluss 15. Þetta verður rosa tæft hvernig þetta verður sett upp í næstu viku. Já, algjörlega skemmtilegt að hafa þetta einmitt svona og það verður allavega nóg í boði. En ef að Viss og Kristó halda svona áfram í næstu viku, ef enginn lærir af þessum degi hér, af þessari tímatöku, þá, já, þú veist, þá er þetta bara að fara að enda eins. Við Já. þurfum einhverja til að læra að bara horfa aftur á þessa leiki, horfa á útsendinguna, horfa bara í replays, er ekki ennþá replays í Fortnite, getur ekki, en já, ég ætla hann að það verður að segja okkur að það væri eitthvað smá villa. Já. Við horfum á þetta hérna sikkur megin. Það er, ég sé ekki villuna. Já, Það. Þetta er eins. það er bara, Já. já, það er svo að TikTok Muxi og þeir eru í 4. En já, við kannski pælum ekki í því núna sko. Skoðum það ekki, þetta var alveg til að henda okkur út, en já, við erum allan að fara yfir í 3. leikinn innan skams. Það er bara tækifæri fyrir fullt af fólki að koma með fleiri stig yfir í næstu viku, þó að Viss og Kristó eru vissulega búin að tryggja þessi 50. Sko, veistu hvað var geggja líka? Því að, já, þeir eru búin að tryggja þessi 50. Við erum að tala um að þetta er bara 2 vikur þetta mót. En þeir gætu komið núna um helgina á laugardag klukkan 1 og tekið svona milli æfingastig. Þeir sem eru þarna í deildinni geta komið á lannað. Ég er hérna lítið yfir að rýna og þú veist, það er einhverjir hérna en Já, það verður stemmari hérna á laugardag. Það er náttúrulega allt annað að keppa á svona mótum heldur en að vera bara í venjulegu leikjum. Það er allt önnur stemming, allt önnur spilamennska. Þannig að þú veist, fyrir þá sem eru ætla að mæta hérna í næstu viku á Duos deildinni, að mæta hérna í Duos LAN-mót er bara mjög góð, bara besta æfingin sem þú getur tekið í raun. Nei, ándjóks, taka svona kannski stöðuna hvernig ykkur gekk í kvöld, taka svona, já, hvað getur við séð öðruvísi, prófa það á LAN-inu og fá staðfestinguna til þess að gera
mögulega einhverja breytingar fyrir næstu viku. Já, þetta bara risa fíka fyrir Fortnite hérna á Íslandi. Já, það var brjála. Já, það bara allt að gerast á sama tíma einhvern veginn í duos. Já. Það var að... Allir að finna félagið sinn og þetta svona þegar þú komið með duos, þá þarf bara að klára það. Því annars allir að leita eitthvað, við vera saman. En þú veist, margir náttúrulega búin að ákveða það fyrir löngu. En við höfum alveg séð fólk vera bara að spretta saman bara upp á þurru. Já, mjög gaman að sjá svona alls konar nýjar breytingar og ný lið en sko þegar að verður allavega mjög líkt þessu áfram. Já, það sem væri rosalegt væri ef að Veltrix og Þorri myndi splitta. Það var bara svona svo Ross og Rachel sko fyrir þá sem aðeins eldri. Ross og Rachel. Þau splittu þessu oft maður. Það er ekkert... Nei, þeir eru ekkert að fara að splitta. Þeir eru geggjaði saman og æfa saman og það er bara svona... Já, maður hefur séð einhver duos prófa að spila með í prósenunni. Hefur maður séð einhver að prófa að skipta ef maður mann eftir hann að Mongral og hann var með einhverjum öðrum og svo prófaði hann að vera með Benji Fishy og... En ég er ekkert að hvetja fólki að fara að skipta eitthvað en... Nei, það er langt best að halda þér við... Valentínsadagurinn er búinn, þannig að... Það er langt best að halda þér við eitt duo upp á það, bara samspilið verður alltaf bara mjög betra. Já. En síðan líka, það er kannski bestu vinirnir með gott synergy úr einhverjum öðrum leikjum líka kannski, ef þú er góði vininn eða eitthvað, þá myndi ég alltaf halda í það og það er akkurat það sem maður sér í Veltrix og Þorra, þeir eru klárlega spila mjög mikið saman og halda sér þannig. Ég veit ekkert hvernig eins og Visva í Kristó, hvort að það hefði verið bara svona, hei, við erum báðir fáránlega góðir, ef við ekki bara tjöna og vinna þetta eða? Já, það er nefnilega ekki, það er ekki bara nógstand að vera allir góðir. Við höfum séð þetta ekki bara í Fortnite, við höfum líka séð þetta í fótboltanum. Við höfum setur einhverja spilara sem eru góðir með sínum liðum saman og það er engin svona chemistry eða hvað maður sem maður á að segja á íslensku. Þá bara náður ekkert vel saman. Þetta er eins og ég spilaði náttúrulega með mínum félaga bara alltaf saman og síðan kom ég einhvern tíðan inn í hérna trios. Það var ég bara með einhverjum. Og við vorum allir góðir en við vorum bara ekki með spilatíman sem þurfti og bara búa til alls konar skilur það er allir með eitthvað ról ég ætla að vera að kalla og segja hvert að fara og þú fylgist með þessu eða eitthvað maður þarf bara smá tíma til að búa til svona strategíu með einhverjum spilara. Já, og maður sér það bara í öllum bæðiliðs íþróttum, rafíþróttum eða hvað sem það er það tekur allt sinn tíma. Það eru mjög fáir sem að ná að klikka bara svona og bara, hei, já, við erum alltaf inn bara best buds. Já, það gerist samt, en það er sjálfgeft. Já, það er mjög sjálfgeft. Það er samt mjög skemmtilegt þegar það gerist. Maður sér einhverja tvo bara frekar góða og síðan bara lenda þér saman í lið og þeir eru bara alltaf inn bara best buds. Hafa kannski verið að spila og móti hverjum öðrum í einhver tíma líka. Já. Það er alltaf gaman að sjá. Þeir lenda síðan saman og... Sáum að, maður sér það pínu í Rocket líka akkurat, svona hvernig liðin eru, topp 2 liðin eru núna. Fyrir 3 árum var enginn af þessum spilurum að spila saman. Já, minnar. Þannig að þessi lið sem eru búin að koma sér saman núna eru bara föst svona, að hafa ekkert breyst síðustu 2 ár. Já, ok. Þannig að það er alltaf mjög gaman að sjá, en við erum að hoppa í síðasta leik. Já, það er bara geggjað, við erum komin í strætóin, þannig að við ætlum bara að skipta yfir í síðasta leikin í dag. Og já, ekki fara langt, svo sýnum við hvernig stíðin enda. Við erum hérna mættir á Ingo sem er mögulega með flottast skinnið. En F.A. Þorri strax búinn að taka fyrstu fellina í kvöld. Já, algjörlega. Sjáum núna, Veltrix kemur og... Vá, mikið að gerast hérna einhvers staðar á mappinu. Kláraði það.
kíkjum yfir og þá hérna í Veltrex sjáum það komið eina fellu FH bræðurinnir fyrstir til að finna þetta. Já, ekki lengi að þessu. Ryan og félagar ekki í rosalega góður stöðu. Viktor fellur. Ryan ekki með neitt. Viktor reyna að skríða niðri en kláraður af Hawkins. Já, spurning hvort að Hawkins veit af honum hann á baku tríðið eða ekki. Nei. Hann veit ekki af honum baku tríðið. Herðu, hvað Hawkins að gera? Ok. Ég held í smá að hann væri ekki búinn að... Já. Hawkins ætlar að... Sko, þetta getur verið risastórt fyrir hina. Ef að Hawkins finnur ekki Ryan. Nú ætti Ryan bara að vera alveg rólegur. Ó, það sést svo smá í hann. Hann sér hann héðan. Hann er að horfa á hann ef hann snýsir við. Snúðið við núna. Akkur fer hann ekki bak við tré? Mannaræja finnur hann. Hann sér hann ekki. Byrju, Veitu hvað er að gerast? Hvernig? Hawkins? Nei, mat. Hann sér hann ennþá ekki. Ryan er sloppinn og getur náð kortinu og komið Viktor aftur í leikinn. Byrju, hann er ekki með neitt. Nei, hann er bara ekki með neitt. Hann er með eitt skjöld sem hann er að hella í sig núna. Hann faldi sig bara bak tré og það virkaði. En vonandi er það bara fleiri fellur fyrir Johnny Hawkins seinna meir. En sjáum það hann er að finna sér fullan skjöld í leiðinni. Svona, allir að drekka, koma sér í góðan gýr. Sjáum hérna að Hawks er að undirbúa einhverja sókn hérna. Sýndist hann hafa séð Gumsa og Hlinsa en búin að missa af þeim núna. Ja, þarna hefði hann nú getað séð Gumsa en hann er ekki alveg að fylgjast með. Nei, hann ætlar ekki að kíkja til vinstri. Já, hættur að vera ósynlega, spurning hvort að Gumsi sér hann. Þeir eru að laupa saman í sömu átt. Gumsi sá hann þarna. Gumsi sá, nei, byrju. Rísa runni sem að fellir. Byrju. Þeir sjá ekki hvernig annan. Og hann er að leita samt, sko. Hann vissi af þeim, en svo týndi hann þeim. Hann sé samt að það er búið að byggja þarna. Sem ætti að vera svona smá hint. já. Hann er svona að taka sinn tíma í að finna. Herri, þarna. Þarna allavega Gummi sá Hawks. Það er alveg klárt. Hætti við að taka ziplænið en ég hef frekar vissum að Hawks hafi ekki svona átt að segja á því að hann væri byrjað að Herri, það taka er búið að finna Hlinsa allana. Hann er komað skotið niður. Hann ennir þessu ekkert, hann lætur þessu bara fara, Kittel. Meðan er Hákon að taka út Steppi. Já, þeir verðist bara alltaf kjósa að ekki taka þennan bardaga, sem er kannski bara sniðut. Já, algjörlega, við erum bara rétt að byrja hérna. En við sjáum hérna skýtum. Kittin er beint fyrir framan hann, reyndar það. Ó. Er það? Já, það er hans maður, já. Chris Riss er að elta henni upp í Steina, sko. Steini... Næ, það er sleppa, eða hvað? Jú. Chris Riss greinilega kaldur, hann var ekki í solos. Já, erfitt að koma inn beint í duos eða maður að spila nýtt, gengur ekki. Nei, en þeir ætla nú ekkert að sleppa Steina, sko. Hvert fór Steini? Hann er bara hann í matninu fyrir framan á, sýndist mér, sko. Það var að hvarf, sýndist mér. Já. Hann er alveg hann. Allan fyrir þá hvarf hann. Finna hann ekki. Men.
eitt lið Skottu úr leik, Viss að taka niður Alex, klára síðan Giant og fær báðar fellina fyrir það. Við sjá Ingo og Geitina vera mögulega að finna FH bræðið nummer 2. Já, ekki nummer 2, bara Inga. Já, hinnir FH bræðir Ingo tekur þarna slatta af skotum. Skvettir í sig smá gasi. Ég finnst að það verður svo óþægilegt í því. Ég sé ekki neitt í Geitin. Vó! Geitin tekur hann að 50 skaða með skamblessunni. Og kauði síðan að fara burt. Já. Áhugavert, þeir vilja kannski ekki til hann barda. Jú, mér sýnst Ingo er að smegja sér hérna eitthvað aðeins. Og Geit í gangi hérna. Eins og hann ætla að byggja en samt ekki. Þeir eru að reyna bara að finna alltaf nýtt og nýtt angul til að skjóta og Alex er komin langt niður. Hendrik náði mjög góðum skotum. Hanna! Út í vesinni. Bara byggja sér mjög mikið inn, 30 líf. Geitin er að keyra á þá. Það er opið hérna fyrir ofan, þeir ætla að reyna að fara í burtu en taka skaðan í staðinn. Þetta var ekki alveg sniðugt. Já, þeir átta sig ekki á því að þeir eru að koma svona hratt upp. En Luther komst í burtu. Já, hann rétt gerði það. Núna er spurning hvort það var Geitin og þeir ætla bara að bíða þangað til að kortið er búið. En það náttúrulega er ekki hægt að ná upp fólki núna. Án þess að vera með kortið. Nei. Fyrir nú eða. Verði kannski ekki það sem hann ætlaði, en Luther ennþá að reyna að flýja. Hann er fundinn, skotinn. Þeim sárlangar í hann. Ætla bara eldan. Geitin er komið með jetpackið sitt í gang og þeir byrja að leita. Þeir halda hann sé möguleginn í húsinu en Luther er búinn að færa sig lengra hann niður fjallið. Spurning hvort þeir vita af honum. Ingo er allan eitthvað voða æstur. Ennþá með þetta glitch í gangi að hann ætlar að byggja píramída. Ég ætla að sé bara alltaf. Já. Sjáum á meðan Kristó Vá, var Viss að fá 2 fellur en Viss er fallinn, þannig að hann er einn hérna á móti 2 sem eru mættir inn í bardagann. Maður sér eiginlega ekkert hvað er að gerast en Sigmar er að reyna að koma sér inn í kassan hans. Þannig að Kristó er að leita að leiðinu út, kemur sér af stað, er með þetta bounce, nær að hoppa burt. Finna það hann ekki? Nei, sýnst ekki. Það mætti nú alveg byggja fyrir aftur sig en gera það ekki, sleppur. Viss. Er hann með kortið? Veit það ekki. Skiptum aðeins yfir í Ingo félaga. Geitin er á hnjánum. Eða Ingo segi. Og hann er felldur. Eða þeir báðir. Það er að skjóta Luther inn í baki og með hann að reynir að fljúa burt. Já, það er Kristó Hawkins og þeir ætla að elta. Luther er ekkert í þægilegri stöðu, hann þarf eiginlega að reyna að verja sig einhvern veginn. Hann náði að stela einnig fellið þannig af þeim áðan. Mjög sniðugt að taka bara beint klósettið. En þeir ætla ekki að elta. Það er ekkert alltaf sniðugt að fara beint á eftir einhverjum í klósettið. Þessi setning er náttúrulega eitthvað annað skrítið. Fara beint í klósettið. Ekki staðir sem ég myndi vilja fara á, fara í eða. Já, já. Ég veit ekki hvernig klósett eru þannig en mín klósett eru allavega ekki nóg stór fyrir mig til að hoppa um. Nei, þú hefur reynd. Já, þú veist, maður reyndi þessi krakki sko. Það er einhverja aðrir hins vegar búin að finna Luther. Hann er í vesinni. Hann er í stóru vesinni hérna. Evan Burger og Jóla alvörin voru þeir sem að tóku við honum hinum meginn. Ja, Luther er ekki með neginn skiddi eða líf til að redda sér og það var einhver að pikka einhvern upp. Já.
meðan var Máni King að falla móti Antoni. Luther, þetta síðast tækifæri nær góðu skot á móti alvegni að hérna kemur Evan Burger í gegn. Eða hvað er stoppaður. Góð skot frá Luther til að halda sér á lífi þarna. Þeir eru ekki vissum að reyna að klára. Nei, þeir eru líka inn í storminu, þeir eru að fara að drífa sig, sko. Ég er sérstaklega Luther. Hann má ekki taka eitt skot, sko. Kemur sér fram hjá þeim. Og Burger og Álfurinn fylgja hérna beinta eftir. Fara samt í aðra átt. Þeir eru hættir elda. En Luther þarf að finna sér líf. Gerir akkurat það hér. Nei, hann getur ekki bara keypt skjöld. Já, hann keypti allt bara. Keypti allt. Hann er líka lengst inn í hringnum. Hann er með nóg jetpacks og medkits núna. Hann er ekki eini, heldur er Vish líka. Sem kominn á lappir. Já, það er örugglega maðurinn sem var verið að pikka upp. Kristó hefur verið að taka upp Vish. Það hefur verið þannig. Toppurinn er mættur aftur. Vel gert hjá Kristó að ná Vish aftur. Já, bara lifa bardaðan af og ná Vish aftur. Já, Mjög vel gert. inn í hringinn. Ágætis bardaði hérna, fullt af fólki, mjög nálægt hvor mörgum. Skot að koma í gegn. Miðflokkurinn og Stöffi. Það er ekkert vel út fyrir þá, það er verið að pressa á báðum hliðum. Fela sig bara neðar. Og hann er kominn með bakið. Hérna, hann er kominn mjög nálægt þeim. Ætti að vera með bygginguna. Er samt skotinn. Þeir ná að svara. Nú þarf Cheese að hjálpa honum. Þeir ná miðflokknum. En Stöffi er ennþá á lífi. Hringurinn er kominn á þá. Þurfa að fara að flýta sér að þessu. Það er að klára. Hringurinn líka að fara að tikka svolítið mikið núna. Sko, Ákveður að flýja bara stær. þeir koma sér inn en sérðu hver er ennþá inn í hringnum. Hann er á seinasta séns núna. Nei, hann verður að hoppa hérna niður. Hann er ennþá með jetpack en Hann er með getur ekki. Hann var með þess að fá nýjan jetpack. 10 stykki í boði. Anthony nær rétt svo komst inn. Hann má ekki taka neitt eiginlega skaða. Nær hann þessu. 4! Hann mátti ekki taka eitt í viðbútt. Hann rétt náði þessu. Kemst inn í hringinn. Seinasta sénsinn, en það er verið Getur hann að lifa af. veit Hér. það ekki. Það er verið að skjóta Stöffi alveg. Já, þeir eru að brjótast inn hjá honum. Góða með boxi, kemst fyrir ofan á Anthony. Herru, nær vinans. Vel gert hjá Anthony. Vá. Lopp honum hana Svo kom til hliðar. snöggur að halda honum kastunum. Ég hef aldrei séð neitt vera svona snöggan. Það er að peka hann upp. Stöffi kemur síðan akkurat þegar að Anthony klárar reviveið hérna. Vel spilið á Stöffi en þetta lít. Já. Vá, hann átti sko ekkert eftir. Skotin líka annar stað frá. Það eru fólk að ofan að skjóta. Anthony að reyna að fá lútið hana meðan Luther var rétt hjá að fela sig. Það er ekki með neitt líf lengur í boði. Þannig að 4 líf er eina sem hann getur verið með. Stormurinn, 1 tikk og hann er farinn. Ég fíla líka hvernig þetta er. Þetta er í fjalltindinum. Þetta er uppáhaldsstaðin. Þetta er leiðinu upp. Þeir sem eru að drífa sig hérna á kantinum. Gumsi og félagar. Luther sem búinn að reyna að halda sér á lífi. Verður að fara að drífa sig. Hvernig þetta er að fara frá fjallinu. En ekki, yfir í annað fjall bara. Þeir nær að komast inn upp. Hann er að taka rosalega mikla athygli á sig. Já, fóð með 25 skjöld en er að koma sér aðeins aftur upp núna. En Johnny Hawkins og Kristó. Það berjastu Kristó og Vish. Svona topp slagur þar.
Kristóf Viss ákveður að koma sér bara burtu inn í húsið. Herði, sjáðu þarna Cheese-gæjan. Og Chastity ekki á góðum stað. Gumsi þarf að fara að byggja sig hratt upp. Bolidæður Mux og Sigmar komnir mjög góða stöðu. Chastity fellur. Gumsi líka. Gumsi. Nei, Luther. Hún berjast, en það Chris Riss sem tekur hann. En það sjáum við, það núna verið að berjast toppinn og hverjir eru það? Kristóf Viss, hverjir aðrir? En það samt alveg, hann leiðin hérna upp fjallið þannig að það hægt að nýta sér tækifæri á meðan þeir eru ekki að fylgjast með, en auðvitað eru að fylgjast með. Já, þeir eru bara komnir langefst. Fara að skjóta niður núna, jólaálfurinn tekin út. Sjáum maður 15 spilarar eftir, 9 lið, þetta á leiðinni? Nei, þetta svona næstu. Þeir eru heppnir að fara ekki beint yfir fjallið, við hefðum viljað það. Alltaf gaman að sjá það. Þetta ekki að fara bara aftur niður? Þetta fer svona, meðfram fjallinu. Ekki alveg það sem að Kristóf vildi, en hann að fara einhverju á flug, alveg 3 sem að fljúa núna. Hlinsi á 1 í líf. Nær að halda sér á lífi. Svo þarna eru byrjar að skjótu. Vel gert í Hákoni og félagum hann niðri. Þorri. Jífisum stað og Kristó ætlar að taka jetpacki líka og það verið að halda hann smá. En hann nær að vera öruggur og tekur örugglega aftur beint. Já. Viss búinn að koma sér í góða stöðu, hann fylgir honum bara. Þeir að reyna að skilda sig hann að sama. Þeir eiga samt ekkert rosalega mikið eftir, Viss á 16 byggarefni. Það var Kristó nær, Mokki. Heldur áfram að skjóta, hann með nóga skotum allavega. Það oft ekki meira. Þeir eru að skjóta hennar Johnny sem að tók flugið. Vá, Johnny svo lár, hann fellur. Nei. Hákon að reyna að pressa. Það verið að pressa. Chris Riss komin hérna efst. Kristó að reyna að fylgja honum með ákveður að fara niður frekar. Vel gert hjá Johnny Hawkins fallinn. Hjá Dr. Hákon og félögum, þeir takk toppinn. Viss samt ennþá þarna. Já, hann fallinn. Hann fallinn. Hann fallinn. Tekur ómikið skaða frá storminum, held ég. Antoni tekur út Kristó í leiðinni. Þeir 2 eru ekki að fara að vinna 3. leikinn hér í kvöld. En Mux fær Linsa loksins niður. Linsi sem var búinn að lifa svo lengi af með eiginlega bara 1 líf. Hér. 7 manns, 4 lið. Sé ekki Hákon og félagar að ná toppnum sem taka þetta. Líklegt ef að enginn reynar að stoppa þá. En Þorri og Vendrix eru ennþá þarna í miðjunni. Geta reynt að pressa ef þeir komast á stað. Kristó og Hákon eru að vera að sprita niður. Fengu mörg skoti. Hann að dettur Hákon niður nær einu góðu skoti. Getur að halda þessu gangandi að fyrir niður á Vendrix sem fallinn. Muxi með gott skot. Þorri fallinn líka. Sigmar bara eyðileggur alla byggingarnar. Það enginn fyrir ofan eiginlega. En þeir eru í vatninu, þetta ömurlegur staður til að vera. Chris stoppar einhvern frá því að reyna að komast upp. 4 eftir. Hann getur byggt fyrstóri viðbátt. Hann þarf að fara að keyra bara. Hann þarf bara að setja sóknina. Drakkut í vatninu. Herru, þetta þarna 2. Mokki og Mux fallnir. Sigmar móti Chris. Chris tekur einn út fyrir lífið. Nei! Hvað í gangi? Hann ekki með byggingarefni en Sigmar fastur inni. Og Chris tekur síðasta leikinn. Vel gert. Já, ef það var ekki Kristó, þá var það Kristó.
Já, Chris Riss. Þetta eru bara Kristóðarnir. Já, Chris Riss og Hákon. Það er skemmtilegt að sjá þá mæta til leiksina í svona síðasta leiknum allavega. Já. Voru búin að standa sig ágætlega en ekkert nálægt þessu. Nei, sem sýnir alveg að það er ennþá alveg með stöðuna þarna, þetta er ekkert búið í næstu viku. Nei, Þótt að alls þeir ekki. konu með ágætis fórustu núna, þá eins og við segjum, það þýðir ekki að þeir sé að fara að taka þau stig yfir í næstu umferð, en Nei, en verður skemmtilegt að sjá hver er að fara að taka þessi 40-30 stig áfram. já, Þú voru að minna mig á hvernig þetta er, hvað töluðum? Er annarsæti með 40? já, Anna 40, svo 35, við förum yfir þetta bara eftir örskamast, Já, hérna, erum við ok. bara að fara að hafa, jú, Já, þriða til fjórða er með 35, fymta til sjötta með 30, sjönda til áttunda með 25, áttunda í níunda með 20 og 10 pluss með 15. Já. Er reynda leiðilegt að vera í tíunda sæti og fá ekki meira heldur en þeir sem eru ekki topp 10? Já, svona er þetta. Það er spurning, viljum við taka mínúti eða við bara halda áfram? Ef við ekki bara halda áfram, Jú. ef við ekki nót til að blaðurum. Hvernig Jú. fannst þér þessi síðasti ringur? Það leit ótrúlega vel út, þú varst ógeðslega ánægður og síðan fór þetta yfir í pollinn og allt sökkaði. Ég er náttúrulega elska að sjá þegar þetta fer yfir fjöllin og hann var á leiðinni þangað en svo snýr hann við. Þannig að Beint í pollinn, já, af öllum stöðum. vatnið er skemmtilegt samt líka. Ég gef, Mér finnst það gef hundlegilegt, sko. það er öðruvísi en fjallið er alltaf langskemmtilegt. Sko. Helst að þetta fari niður og upp aftur og eitthvað svona þannig. Sko. Það er svo leiðilegt þegar allir eru að vera að klára byggingarefnið og detta bara eitthvað í vatnið, það er bara eitthvað reyna að skjóta. Mér finnst það ekkert ganga með að við, allavega þegar út með fjallið þá erum við alls konar leiðir upp og niður fjallið. Sérstaklega með, allt það sem það er í þessu, þú ert með jetpackinn, þú ert með hana skjöldin sem að gefa þér þetta auka jump og ekkert damage to fall damage. Já, Þannig að ég allan að já. hefði viljað sjá, þetta byrjaði svo vel að fá þetta síðan niður var pínu sorgarstund. Það var erfitt að sjá en við sáum samt alls konar hluti gerast eins og við vorum búin að ræða Kristó og félagar voru komnir á toppinu en síðan kemur einmitt Chris Riss og Hákon og taka af honum og hvað gerist? Þeir vinna leikinn. Já, einmitt. Það er akkurat það sem þú þurft að gerast en mér finnst stíðatefla að vera tilbúin fyrir. Já, þetta lítið þá bara svona út, áhugavert að Möxi og Sigmar náðu þarna öðru sætinu. Já, þeir voru mjög lengi lifandi hana alveg í endan. Max og Sigmar náðu líka nokkru fellum í viðbót, jafna Þorra og Veltrix í fellum en ná fleiri stigum út af, hvað er liðið lengi? Síðan Veltrix, Þorri, Chris og Dr. Hákon síðan, taka þá jafnir Vá, stig. sér eitthvað 4., 5. og 7. Þetta er 45 stig og 44. Já. En þeir eru ekkert að, þú veist, munurinn á stigunum er ágætur, en Já, og þetta er samt, sko, fyrir utan Viss og Kristó er það mjög jaft. já, og við sáum bara að það er alveg séns eins og Kristó og Dr. Hákon taka þennan sigurinn, þú veist, Viss og þeir eru ekkert öryggir. Nei, þetta snýst allt lokapartað. Já, Það er ástæðan, þú veist, jú, í þessum leik var Viss og Kristó með alveg 5 fellur áður en þau fara í svona lokarhringina, en það var líka, Viss var búinn að falla, Kristó þurfti að pikka hann aftur upp. já, Þeir voru að taka pínu meira risk sem að gekk klálega ekki fyrir þá í þessum leik og er að fara að spila aftur mjög rólega eins og erum vanir að sjá þá, en þetta snýst allt þessa lokarhringi og high ground. Allavega 3 af 3 leikjum þegar, hjá þeim sem að tekur high ground að réttum tíma að vinna leikin. Já, þetta verðist nú bara að vera formúlan. Ég held að maður þurfi ekkert að flækja þetta. Það er langþægilegast að vera efst. Þú þarft ekki það er ekki hægt að skjóta þig nema að neðan. Þannig að það er spurning hvernig fólk vil spila þetta en Kristó og Viss, þeir voru, eins og við segjum, þeir voru í erfiðum aðstæðamanna þannig að það skilaði sér ekki. Maður þarf líka að spila svolítið, þú veist, maður að fara að taka, þú veist, ef maður tekur slag þá getur maður mögulega unnið hann og fengið fullt af byggingrafnum og það er geðið gott. Eða þá bara þú eittir bara helmingum af því sem þú áttir.
fyrir ekki neitt. Já, algjörlega. Sérstaklega í svona bardugum það sem að er stutt í síðustu hringina og þú hefur ekkert endalausan tíma til að vera að safna einhver mat áður og fer segjan yfir í loka hringin. Þá þarftu að vera mjög sparsamur og passa upp á að það er ekkert að fara að gerast fyrir út komin inn í en að loka hring og síðan í loka hringjunum þú þarft samt, í loka hringjunum er það eiginlega alltaf svoleiðis, þú ert að fara að klára matti nema þú fáir eitthvað fellur. Það er búið að laga. Búið að laga? Sirkistín. Já. Svona lítur þetta út. Þetta er tablan fyrir næstu viku. Allir sem eru ekki á þessari töflu eru vissulega með 15 stig líka. Já, hérna sjáum við, þetta er ennþá, allir er ennþá séns þannig sér, sko. Já. Engin stigamunur þannig, ekki með að við það sem við vorum að horfa á. Nei, það gerir þetta svolítið skemmtilegt, sko. Já. En, já, það er spurning hvort að iCrystal og Wish halda keysluna áfram í næstu viku. Ég bara veit ekki hversu mikið lengur við viljum vera. Nei, er það ekki bara eitt loka shoutout á LAN-ið, allir að mæta þá líka. Já. Það er laugardaginn að keppa í dúos, fólk hefur 2 vikur að dúast, það nokkuð nóg? Er ekki eitt LAN-mót akkurat það sem maður þarf? Já, þá er það fullkomið. Þegar ég var að spila Fortnite upp oftast, þá hefði ég stokki beint á svona LAN-mót, sko. Maður var að koma með sína eigin tölvur á LAN-mót, sko. Hvað vesen. Þetta er ekkert vesen. Getur bara mætt að spila. Getur þannig sér tekið þína eigin mús ef þú vilt vera með. Já, þú getur tekið, sko, mús, lyklaborð, heyrnartóla ef þú vilt. Stól. Bara allt þitt. Já, þú mátt þannig sé, allan að ég held að, sko, almennt eru að rýna mjög rólegir. Það er eina sem að þú mátt ekki taka tölvuna hérna, held ég, ekki fyrir svona stórt LAN. Nei. Þannig að þú þarft að vera að spila þessum tölvum, en þær eru líka betri heldur en flesta tölvur sem að eru heima á fólki. Já. Það er ekki djók það sem eru í þessum tölvum, sko. Nei, þetta eru rosalega. Þeir eru líka að keyra á alveg flottum skjáum hérna. Þetta er bara með því besta sem við getum fengið í dag, sko. Já, algjörlega. Þannig að, já, skella sér þá og ekki gleyma sér fyrir næsta miðvikudag. Við viljum sjá alla vera í öllum 3 leikjunum næsta miðvikudag. Takk fyrir. Mér langar ekki að sjá hérna 30 síðan 40 endan eða eitthvað. Nei. En já, verður bara gaman að fylgjast með og spurning hvort að Wish og iCrystal lendi ekki í einhverjum smá vandræðum. Já, það kemur allt í ljós eftir viku. Við verðum hérna aftur á skjánum streymið byrjar klukkan 18:30, útsendingin sjálf 18:45. Þannig að já, við segjum bara takk í bili og þökkum Elko og okkar sponsum Lukalook fyrir, já, og við sjáumst eftir viku. Það stóð ykkur. Saman gerum við lífið skemmtilegra.